Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Þú ert 18 ára gömul. Já, það passar. Þú ert yngsti gestur sem er komið í það. Já, það bara skemmtilegt. Skemmtileg titill. En þess vegna ég einstaklega spenntur að sjá hvernig myndir þú fílar. Að við munum fara svona í þína topp 10. Já. 18 ára maður, fædd 2003. Passar. Og samar að pappin væri hvað, 81? 81 módel, já. Ég er 83. Já. Mér finnst ég vera mjög gamall akkurat nú. En svona er þetta bara, það er gaman að þessu. Og ég er búin að fá alls konar fólk til mín á alls konar aldurspili. En þú ert held ég alveg örugglega töluvert svona yngsti gestur minn. Mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Er það ekki svolítið gaman? Það er bara mjög skemmtilegt. Já. Það verður mjög gaman að sjá munin þá. Ég er bara eins og svona, segir. já, þínu kvikmyndasmekk Já. og mínum og ert að fara að koma myndir sem að ég fíla líka eða myndir sem að ég bara veit ekki með eitthvað. Akkurat. Þetta verður spennandi. Það verður það. En áður en við byrjum að fara yfir listan þinn. Já. Þá langar maður að spyrja hennu. Ok. Ert þú ekki að vinna í einhvers konar framleiðslu eða eitthvað þannig? Jú, passar. Hvað ertu að gera? Ég gera alls konar. Ég er mestmegnis að leika, eða þú veist, það er það sem ég sækist mest eftir. En svo er ég líka í framleiðslunni, ég er að sjá casting, ég er yfirleitt frekar en ekki second AD á flestum verkefnum. Er það assistant director? Já, passar. Hvað gerir assistant director, svona aðstoð leikstjóri? Sko, yfirleitt er ég second út af því að þeir sjá meira leikarana og meira svona, hvað maður að segja, meira svona artistic point of view. En sá sem er fyrsti aðstofleikstjóri, hann er í raun og veru að hjálpa meira með tímasetningar og passa allt sé fullkomið. En ég er meira svona svolítið hinum minn. Þú ert að vinna kannski aðeins meira með fólki einhver liti? Já, passar. Finnst þið það skemmtilega? Já, það er bara það sem ég elska að gera. Heldur þú svona tæknilegin, eitthvað sem þetta myndatöku eða lýsingu eða eitthvað? Já, ég bara, þegar kemur að tæknileg hliðinu þá er ég ekkert rosalega góð, ég viðurkenni það alveg. Það er meira, ég kann að meta það, en þegar ég þarf að stjórna þess sjálf, þá veit ég ekki alveg hvað ég er að gera. Nei, ég skilji. Líka var þitt áhuga svið, kannski tengist einmitt frekar, hefur sjálf leikuna, tengist frekar að vinna með leikunum. Akkurat. Á hverju er það svona skemmtilegt? Það er mjög góð spurning. Það er mér finnst miklu skemmtilega að vinna með fólki heldur en fyrir fólk og hefur alltaf fundist. Já, góð punktur. Þannig að eins og ég vinn á vernduðu vinnustaf fyrir fatlaða og það er bara eitt besta starf sem ég unni við, þú veist, í fullu starfi. En áður fyrr hefur náttúrulega unnið í sölustörfum og svoleiðis og það hentar mann ekki alveg. Finnst það ekki eins gefandi? Nei, alls ekki. Ég trúi því. Að vera sölumaður eða vinna með einhverjum fötluðum. Sko. Já, akkurat. Geggjað. Þannig að Ísarif, að því þú ert eitthvað í framlýstum mitt líka og heitir þetta ekki Helluland? Helluland, jú, passar. Ég ætlaði að kíkja betur á það áðan, ég er að kíkja betur á það. En Instagram liggur niður. Já, akkurat. Facebook, Instagram liggur niður. En hvað er með þetta Helluland? Er það að sér af ykkur í ykkur? Er þetta tónlistamömbut aðalega, auglýsingar, litlar stuttmyndir? Við erum aðalega í stuttmyndum, en svo finnst okkur líka mjög skemmtilegt að bralla í auglýsingum og eitthvað svona, þú veist, ef við komum stað. Við erum búin að gera svona helst 3 stuttmyndir sem er svona okkar og þær hafa allar unnið einhver verðlaun. Vel gert. Takk. Það er cool. Þannig að maður er svona smá að monta sig hérna. Það er bara geggjað. Þú mútur að stolt að þessu gerðir. Takk fyrir. Já, og meira þess að RÚV er búið að kaupa sýningarétt af einni myndin okkar til 7 ára.
Nei! Þannig að það verður spennandi þegar hún verður loksins sýnd. Til hamingju. Takk fyrir það. Veistu eitthvað hvenær var sýnd? Enga hugmynd. Nei, ok. Þetta getur eftir 6 mánuði, 1 ár eða 2 mánuði. Af því þau eru með 7 ára sýningarétt, þau geta bara gert það sem vilja við hana, en þetta er sérst barnasöngleikur. Nei, sem samt stuttmynd. Sem stuttmynd. Er það að tala um korter, 20 mínútur? Við erum að tala hún er 26 mínútur, næst í hálftími. Já, þetta er bara eins og góðu þáttur. Já, í raun og veru. Ok, hvað er þessi? Barnasöngleikur? Já. Hvað er þessi stuttmynd? Sérst, hún er byggð á plötunni Disco-eian eftir Memphis-mafíuna. Og við erum svolítið að nota okkur söguna þar og bara beigðum handritið upp frá því og erum að nota líka lög úr plötunni. Og þetta fjallar sérst systkinin Daniel og Ruth og þau sérst fara á svokallaða disco-eyju í fáunaskóla prófessorsins til þess að læra að vera aðeins villtari krakkar. Nei! Þetta hljómar svona ekta mitt, svona krakkadót eitthvað skemmtilegt. En eins og það, ég meina eins og þessi mynd. Ert þú eitthvað að skrifa líka? Sko, ég var eitthvað í því, en ég meira að hjálpa við handritin. Ég er ekki mikið að skrifa mín eigin, meira að hjálpa við samtölinn og storyline hjá öðrum. Já, þú veist, kemur ykkur að punta og... Já. Já, ok, cool. En þessi mynd, sem var útkeypti, þetta er algjörlega ykkar verkefni? Já, passar. Þannig að einhver hjá þér skrifa þetta og þetta er bara alveg frá ykkur. Já. En er eitthvað fólk að koma til ykkar og fá okkur til að hjálpa sér að gera sína stuttmyndir? Já, til dæmis Jaspis, við erum mikið að vinna með þeim. Þau eru líka svona framleiðslufélag. Og þeir eru eins og að gera þætti fyrir Stöð 2 sem að við komum svolítið að. Okay. Og já, svo bara fólk kallar okkur líka til í sitt hverju lagi eins og, þú veist, við erum með hljóðmann og þá náttúrulega hann kallaði til fyrir hljóðmennskuna og ég kalli til fyrir að það vantar casting eða eitthvað, það er bara mjög mismunandi. Geggjað. Eru þeir sem eru með þér í þessu, er þetta fólk á þínum aldri eða eldra? Sko, ég er ekki einu svona yngst þarna, þannig að það er einn sem er reynda líka fætt í 2003, en hann á afmæli seinna á árinu. Hann er aðeins yngri en þú? Aðeins yngri en ég. En elstur hjá okkur er, fætt í 2001, svona af official grúpunni í raun og veru. Þannig að hann, er það gæið eða? Já. Já, svona 2020? Já, passar. Það er elsti? Það er elsti. En það geggja svona að heyra þetta, ungt fólk, gera eitthvað cool og skapa eitthvað og minnst það geðveikt. Já, geggja okkur, finnst það líka. Já, ég trúi því. En eins og með það, þegar að gera stuttmyndir, alls konar dót. Eru þið með eitthvað svona draum að gera alvöru mynd eða stóra mynd eða í feature length? Já, 100%. Það er eitthvað sem við stefnum alveg að, en við náttúrulega erum svolítið bara að borga fyrir verkefninu og okkar eigin við vjössum. Það er hark. Þannig að þetta er, eins og þú segir, hark. Og við þurfum svolítið bara að nota launin okkar í myndirnar. Já, ég skil. Þannig að þetta er keyrt af ástríðu. Þetta er bara keyrt af ástríðu, já. Það er líka bara cool. Þú veist að gera eitthvað með áallega þessu vinniðinir. Já. Já, fyrir að gera bara eitthvað vinni, gera eitthvað cool saman. Og hver veit, ég menna eftir eitthvað tíma getur við fara að gera eitthvað myndir sem verður síðan sýndar í bíó eða eitthvað. Og það er bara draumurinn, sko. Væri það draumurinn? Það er 100% draumurinn, sko. Hvernig mynd myndir þú að gera? Ef þú mikið ráðið það í alveg? Alveg einhverja góða hasarmynd. Þú myndir gera hasarmynd? Alveg 100%. Það er ekki til margar góðar íslenskar hasarmyndir að mínum mati. Er til einhver góð íslensk hasarmynd? Mér dettur enginn í hug. Ekki, mér dettur mjög í hug. Svona pjúra hasarmynd. Eru til pjúra hasarmyndir íslenskar? Er það ekki allar svona drama? Jú, ég myndi ekki segja að þetta er pjúra, það er engin íslensk John Wick mynd. Það er rétt. Það er auðvitað svolítið draumurinn hjá okkur öllum að gera íslenska John Wick mynd. Það? Ég held það. Ég held ég geti talað fyrir allan hópin og sagt það. ég myndi koma með á þá mynd. Geggjað. Klart mál. Hasarmynd. Mér finnst það geggjað. Já. Ég myndi fengið til mér leikstur og svona sem að Ragnar Braga, svona Baldvin Seta og gert flotta hluti. Ég myndi vera að spyrja þá, af hverju erum við ekki að gera fleiri svona genre myndir? Af hverju er ekki Baltasar? Hann er mér náttúrulega bara með allan peningin í vasanum. Af hverju gerir hann ekki hasarmyndir? Hann hefur alltaf gert það eins og Two Guns, gert það í Bandaríkjunum. En íslenska, hann hefur ekki hasa svona íslenska mynd. Kannski er bara ekki almennilega markaður. Jú, ég veit það ekki. Jó, er það fjandinn hafa? John Wick myndar, því hún tala um það er. Alla vinsalar. Já. Líka á Íslandi held ég. Alveg sérstaklega hérna held ég líka. Út af því við eigum einhver íslenskar hasarmyndir.
Nei, það alveg synd, og ég var alveg til að sjá eitthvað svona góðan hasar. Ég held reyndar að leinlögan sem var að koma núna með auðvitað þeim. Já, akkurat. Það verður svona vera eitthvað byssur og eitthvað, það meiri svona grímmynd kannski. Já. En kannski eitthvað smá hasar henni. Ég er spenntur að sjá hvernig það kemur út. Ég er mjög spennt að sjá hvernig það kemur út. Já. En ég veit ekki hvort að maður gæti kalla þetta fáaðamynd. Nei, þetta meira held ég svona bara upp á gamanni. Já. Ég er samt alveg mjög spennt að sjá hana þó svo að maður býst ekki við fáiðustu mynd í heimi. Nei, það er ekkert verið eitthvað svona óskarsala mynd. Nei, akkurat. En ef ég fæ skemmtilega eitthvað svona grín, smá hasar í maður og eitthvað. Algjörlega. Ég er alveg til í það. Já. Af því að við erum ekkert að gera mikið eitthvað svona myndum. Þetta er rosa mikið drama. Já, stundum grínin á milli. Inn á milli grín, já. Það er rosa mikið okkar grín samt. Svona íslenskt grín. Hvað er það mjög huga? Bara þetta brandarna sjálfa eða aðstæðunar og brandarna sjálfa, þú veist, ef maður horfir á þessa klassísku formúlu af íslenskum gamanmyndum, þá erum við að horfa á, þú veist, rom-coms. Það er svolítið svona íslenskar gamanmyndir. Og ég sé alltaf líka fyrir mér í íslensku grínmyndu, eitthvað svona kallatippinu. Kallatippinu, já. Og hann einhvern veginn klúrar ástarsambandinu sinu og fær hann svo tilbaka með að gera eitthvað ógeðslega heimskulegt. Já. Þú ert svolítið að lýsa svona klassískri íslensku grínmyndu. En ég er að vona að með framtíðinni, með svona ungt fólk eins og ykkur, að við sem að fara inn í kannski eitthvað svona aðeins fjölbreyttara kvikmyndalandslag. Ég vona það líka. Líka bara að fá íslenska hryllingsmynd, sci-fi mynd. Við samt erum í íslenska hryllingsmynd þarna Þorsti. Herðu, eftir Steinda? Eftir Steinda. Ég var reyndar eftir að sjá hana. Já, ég líka. En var það samt ekki svo trailer? Var það ekki meira svona grínmynd? Jú, þetta náttúrulega, þessi mynd varð til vegna þess að Steindi hugsaði að aukaleikarar sem er alltaf í bakgrunnum, þau þurfa að fá aðeins meira skína. Svo hann gerði mynd út frá nánast bara risastórum aukaleikarahóp, bara til þess að gefa þeim smá spotlight. Það er enda cool. Það er mjög cool. Já, ég held líka, gerði hann ekki svolítið þessa mynd sjálfur? Jú, hann ekki harka og finna pening og leikstinn ekki sjálfur? Hann leikstýrði sjálfur, hann var sjálfur að fá pening fyrir myndinni, var bara með svona fjáraflanir. Já, svona heitir í Karolína eitthvað fund. Og að Kickstarter, eitthvað svona þannig dæmi, crowdfunding. Já, eitthvað svo leiðis. Og það skemmtilegt að fylgjast með ferlinu á myndinni, sko. Ég þarf að fá hann eitt til mér, mér langar að spurna þess úti í mitt Þorsta, þá er ég búin að sjá hana. Já. Það er mjögast áhært í svo trailer, ég bara, já, hann gerir eitthvað svona vampírdót, það er eitthvað blóðið í þessu, og hann eins og hann væri bara að reyna að gera eitthvað svona skemmtilegt. Já, akkurat. Þannig að það er töff, sko. Ég býð spenntur að það er að sjá hasamyndin ykkar. Já, ekki. En kannski 10 ára í það eða eitthvað. Já, kannski meira. Kannski 20 ár. Kannski. Þá er ég konar 11 heimili, sko. Það er fínt. Það er fínt. Ég get síðan að það. Eftir 20 ár, þú verður ekki komin á 11 heimil eftir 20 ár. Nei, og ég er aðeins ekki. Þá er ég, 58 ára? Já, bara að lifa, það eru bestu árin. Já. Það farið mótorhjól og... Þá kannski kemur þú aftur til mér, kannski verið ennþá með bíóblæður. 20 ár, eldgamalt kall. Já, það er geðskemmtilegt. Það er ekki. En tölum aðeins leiklist. Já. Þú talar leikuna. Er það svona passion nummer 1 sér? Já, ég myndi segja það. Hvað er svona gaman að leika? Hvað er svona gaman við að leika? Sko, ég er alltaf að spyrja það kemur alltaf mismunandi svar frá mér. En það að lifa sig í gegnum einhvern annan karakter finnst mér rosalega skemmtilegt að skapa þannig heim fyrir einhverja manneski sem, þú veist, er mín í raun og veru. Sem er hún ekki til, þú veist, það búa hana til. Já, akkurat. Og ég get þá sagt svona að ég eigi svolítið í karakternum líka. Þú veist, alveg sama þótt að karakterin sé fyrirfram skapaður, þá er þetta samt mín túlkun á karakterinum. Þú glæðir hann lífi, karakterin? Akkurat. Þannig að það er það? Það er svolítið það. Ertu þá búin að leika eitthvað í sjónvarpi eða á sviði eða hvað? Bæði. Bara reyna að tróða mér allstaðar. Ok. Áttu eitthvað svona personal preference, eitthvað sem er skemmtilega? Sko, draumurinn er að fá að leika ykkur svona stóru verkefsviði, allavega að prófa það einu sinni, en mér finnst skemmtilega að leika í sjónvarpi. Sérst fyrir fram að myndavél? Fyrir fram að myndavél. Það er meira mitt, þó svo mér langi að prófa hitt líka. Hvað er það við það að leika svona fyrir fram að myndavél? Er það að þú fær þá aðra tökur eða getur fínbúsa eitthvað framist þannig það? Eða? Já, það er það að fínbúsa, maður fær aðra tökur, maður fær fleiri tækifæri
og þetta náttúrulegra. Þetta meira eins og þú myndir haga þér í venjulegu lífi en þú ert samt önnur manneskja ef ég að ná að útskýra það. Já, ég held ég fatt hvað við það. Þeir sem hafa góð tíminn sem sviðsleikarar, þeir hafa sem þú tala um þetta, þegar þú ert á sviði, það þetta kannski aðeins meira svona grand framistæða, þú þarfst að tala af allir í salnum. Það kannski meira svona nánd í sjónvarpsleik eða kvikmyndaleik. Já, mér finnst það nefnilega. Mér finnst hitt, þú veist, þó mér finnst það ógeðslega skemmtilegt, mér finnst það meira svona mikillátslegt. Sviði? Ef það orð. Ég held að það ekki orð, mikillátslegt? Segjum það sé orð. Segjum það sé orð, notum það. En ég samt skil hvað við, ég hef aldrei leikinn eitt sjálfur. Nei. En ég get alveg ímyndið mér að maður upp á sviði, ég veit ekki, 2000 manns eða eitthvað fram að þú ert svolítið svona að tala til þeirra allra. Akkurat. Þetta svolítið svona í núinu. Já. Fann engan annan séns. Akkurat. Mátt ekki klúðra. Já. Ég held að það sé einhvern veginn, ég held að það sé meira stressandi. Það alveg 100%. Er það ekki? Jú. Þú veist, þú ert svona myndavél, það er kannski eitthvað smá öryggi að hugsa með þér, ok, það hægt að klippa þetta. Já, alveg 100%. Ég orðin frekar örygg fyrir fram að myndavélar miða við, en svo leið og ég þarf að fara upp á svið, ég með mesta sviðskrekki heimi, sko. Er það? Já. En samt viltu leika eitthvað svona stóru verki? Jú. Er það bara til þess að augra sjálfur þér? Örugglega. Ég veit ekki, það bara, mér finnst svo gaman í leikhúsi og af hverju ekki vera hluti af því líka? Já, þið finnst gaman að fara í leikhús? Ég elska það. Ok, þá ætla ég að spyrja þig, að ég hef ekki farið í leikhús í 25 ára eða eitthvað. Wow, ok. Það langur tími. Það mjög langur tími. En mér langar lúmst að prófa að fara aftur í leikhús. Ok. Og það eitthvað við það, þegar maður eldist, þá maður breytist og þroskast. Og það eitthvað við þetta, sérstaklega kannski að því ég er búin að tala um okkar sviðsleikara. Já. Bara mér langar að prófa þetta aftur. En reynda að selja mér, af hverju að ég fara í leikhús? Hvað skemmtilegt við þetta fyrir mann sem áhorfandi? Eins og þú varst að tala um áðan, þá þeir fá ekki annan séns. Þú ert í raun að vera að upplifa eitthvað sem engin annar að fara að upplifa alveg eins. Þú veist, nema, náttúrulega þeir sem eru í salnum, en þú samt upplifir þetta á þinn hátt. Já, því að sýningin kvöldu eftir verður aldrei nákvæmlega eins. Akkurat. Það góð punktur. Og þó svo þetta sé svolítið mikilvægslegt, það að vera með leikaranum. Þú veist, þú situr þarna í sal og leikarinn fyrir framan þig. Það er svo merkilegt. Maður finnur svona, þú veist að tala um nándina með kamerunnar aðan, en þú finnur nándina við leikaran. Sem áhorfandi. Sem áhorfandi. Út af því að þér líður sem sé að tala við þig. Áhugavert. Þetta er kannski svona persónulega að einhverju leita því að ég sé leikaran. Akkurat. Og þú í raun og veru, þú gætir bara hypothetically, þá gætir þú eyðilagt sýninguna, bara þú gætir stokkið upp á svið og gert eitthvað til þess að eyðileggja stuðið. Þannig að það er smá svona danger element. Það má alveg segja það. En það er alveg rétt sér, ég gæti, ef ég er fáiði, gæti ég mögulega gert það. Það er þetta mitt, þetta er svo mikið svona in the moment dæmi, sko. Þetta er svolítið eins og að fara upp í stand, bara, þú veist, live. Maður hlærir meira að því live heldur en að maður sér það seinna í sjónvarpinu. Það er alveg rétt sér. Ég er mikið veist uppstand og það er allt öll upplifun. Akkurat. Ok, þú er búin að segja mér þetta, ég þarf að kíkja á eitthvað leiksýningu, en er eitthvað spennt í gangi? Eitthvað hasar leikrit? Hasar leikrit? Það er ekkert svoleiðis. Ég enda fór að geggja leikrit í fyrra. Það var það er greitt uppáhaldsleikritið mitt í dag. Það er sérst út frá bók eftir hana Auði Öfu. Hún er íslenskur rithöfundur og þetta er svona nánast einleikur, það er aðri leikarar þarna, en þetta snýst svolítið bara um þennan einamann og þetta var bara stórkostleg upplifun. En svo elska ég bara söngleiki og ég elska að fara bara í leikhús yfir höfuð og ég fór reyndar á Rómeó og Júlíu um daginn. Ekki rosa hrifin af þeirri sýningu, ég held hún bara höfði ekki alveg til mín, en ég veit að það eru margir mjög hrifin af henni. Eins og við hana, var þetta bara rólegt, ekkert spennandi? Sko það var verið að nútímavæða Rómeó og Júlíu eins og er gert rosalega oft og ég séð margar Rómeó og Júlíu sýningar. Mér fannst þessi bara ekkert meira spes en aðrar og ég var að vonast til þess að myndi fara meira í áttina sem ég voru að fara í heldur en að tróða dönsum og svona rappi og eitthvað inn í sem ég var ekki alveg að fíla. Þú varst það kannski ekki alveg passa við? Ekki fyrir mig, það höfði það bara alls ekki til mín, en þetta var svona svolítið smá tónleikastemning fyrir úlinga, þetta er
leikrit er svolítið gert til þess að höfða meira til ungs fólks, til þess að reyna að fá það meira í leikhús. Og ég náttúrulega er svo mikið fyrir leikhús að mér fannst þetta eyðileggja leikhússtemninguna. Já, ég skil þig. Áhugavert. Að þegar þú talar að leikhús, þetta er kannski aðalega eldri aldurshópar sem svona fara reglulega leikhús. Akkurat. Það er ekki fólk að dressa sig upp og... Jú. Þetta er ekki svo fyrir bíó. Alls ekki. Þetta er allt öðruvísi, maður er að dressa sig upp og maður fer vilt með stórum hópum frekar en minni hópum af því það er svolítið dýrt að fara í leikhús, skiljanlega. Hvað er það? 3.000 kall miðin? Þetta er meira svona 7.000 kall miðin. Þetta er alveg 7.000 kall? Já, en ef maður fer að nógu góða sýningu, skilur það var alveg worth it, sko. Já, líka maður vill alveg styðja við, menn þetta er ákveðin listgrein og maður vill styðja við það og fólk er með þetta, það er að performa fyrir þig live. Nákvæmlega. Þú ert að borga fyrir performanceið, þú ert að borga fyrir húsnæði til dæmis, þú ert að borga fyrir búningana, make-upið, allar æfingarnar sem þú ert að fara á fyrir sýningar. Þú veist, telur allt. En hvernig velum maður sér svona, bara eins og fyrir mig, þegar nú er ég að fara bara inn sem bara algjör rúki í rauninni, það er svo langt sem fór síðustu leikhús. Að ég kann alveg velja bíómynd, ég veit alveg hvað er við bíómynd, bara já, ok, það er þessi leikstjóri eða þetta er hasar, ok, ég veit hver útfæra hasarættin, já, ég til í það, þessi leikur er allt ekki. En sem er leikrit, að því að ég er alveg hreinskilin, mér finnst oft vera svona eitthvað, þetta er drama. Já. Þetta er drama, og þetta er drama, og þetta er drama. Já. Skilur hvað við? Ég skil fullkomlega hvað við. Þannig ég bara, hvernig á ég að velja? Ég fara bara eftir, ég vil að þekki eitthvað af þessum leikurum, á ég kannski fara eftir því, eða, eins og það var að gera Bubba leikrit. Mér langar svo að fara. Já, ég heitir ekki Nýju líf. Jú, passar. Það er svona með alls konar leikar að leika Bubba á mismunandi aldrei að tímabilum eitthvað svoleiðis. Já, akkurat. Já, þið langar að sjá það, þú ert ekki búin að sjá hana? Ég er ekki búin að sjá hana. Það er eitthvað sem ég langar sjúklega mikið að sjá. Og ég fekk eitthvað aðeins að fylgjast með svona smá fórum í einhverja ferð í borgarleikhúsið þegar ég var í Borgó á Leiklistabraut. Fengum að hitta leikstjóran að þessari sýningu og fengum að hitta nokkra leikarana og fengum að heyra svona svolítið hvernig sýningin er. Þannig að ég er mjög spennt. Ég gæti alveg hugsa mér, þó ég sé ekki mikið fyrir tónlistarspubba, þá finnst mér það svona eitthvað svona cool concept. Já, ég held að þetta væri alveg, þú veist, þekki ég kannski ekki persónulega, en ég held að þetta myndi alveg henta þér svona sem rúkki að fara í leikhús, sjá svolítið eitthvað sem þú svona þekkir, sem er Bubbi. Já. Þú myndir tengja svolítið við aðstæður en sjá samt svona svolítið nýja sýn. En eins og með það, með svona sýningar, sem ég myndi að segja bara, ég ætla að kíkja á Nýju líf. Hvað, veistu, hvað er að sirka lengi? Er þetta í 1 ár eða 6 mánuði? Þetta er væntanlega misjafnt, en er eitthvað svona sirka? Það er rosa misjafnt. Það fer til dæmis eftir hversu vinsælar sýningarnar eru. Það er stundum með bara 1 sýningatímabil og það getur varið mjög stutt og mjög langt. En yfirleitt 1 sýningatímabil er þá frá opnun leikhússins á haustin og til lokunar á vorin. En svo eru líka til jólasýningar sem eru bara sýndar jólin, svo er eitthvað sem kannski gengur ekki nógu vel og það er bara sýnt fram á jólum. Þetta er rosa misjafnt. Já. Ég hugsa að þetta Nýju lífdæmi sé alveg vinsælt, sko. Það væri vinsælt. Ok, færum okkur aðeins yfir bíómyndir. Já. Að þetta er bíóblaður. Já. Ætlum að bladra nú bíómyndir. Þú fylgdir út lista? Já. Svona okkur top 10 myndir. Ég gerði það. Þú rankar þær ekki? Nei. Þið fannst það erfitt? Mér fannst það alltaf erfitt. Ég var líka endast að taka myndir út, setja nýjar inn. En reyndur ranka? Eða varstu bara svona, þetta er ómögulegt? Ég reyndi að ranka, en svona voru myndir að detta inn og út og þá þurfti ég að færa. Já, ég skil. Ok. Varstu með eitthvað svona sérstaka pælingu þú hugsaði þessu 10 myndir? Er það þína 10 uppáhaldsmyndir? Eða finnst þetta bara bestu mynd sem þú séð? Hvernig hugsaði þetta? Ég reyndi að hugsa svona uppáhaldsmyndir og ég reyndi að taka svona svolítið bara, ég reyndi að blanda svolítið nokkrum svona stílum inn. Þú veist, ég reyndi að velja einhverja mynd sem ég elskaði sem krakki og elska hann í dag. Svo kannski einhverja nýleg mynd sem mér fannst geggjuð. Þannig ég reyndi bara að taka þetta svolítið úr öllum áttum. Ok, þannig þetta er svolítið svona að blanda í póka? Já. Ok. Ég nefnilega veit ekkert hvað valdir. Ég er mjög spenntur að heyra hvað valdir. Tökum eina í einu. Einu í einu? Já. Og bara einhverju röð, þegar við erum ekkert að ranka þetta neitt. Nei. Ok, hvað er með eina mynd? Top 10 listanum. Ég ætla að byrja á örugglega Alice in Wonderland, Disney myndin. Með Johnny Depp? Nei,
Hérna 1951 mynd. Já, þú ert. Ég sá fyrir mig, er hún ekki svona 1951, nýlegust? hún gæti hafa verið aðeins. Veitu, já, þú ert að velja bara, er það originalega? Það er original Disney teiknumyndin. Bara Alice in Wonderland? Já. Ok, ég hef ekki séð hana. Ekki? Nei, ég held hún hefði aldrei nefnt í þessu podcasti. Mér finnst það alltaf gaman þegar einhver kemur eitthvað svona nýja mynd sem enginn hefur talað um aður. Já. Ok, Alice in Wonderland, hvað sem fór 51? Eða 59. Hún er allavega frekar gömul. Hún er tiltölulega gömul, já. Akkur aldrei hana? Þetta var og er örugglega bara uppáhalds Disneymyndu mín. Punktur. Ég gat horft á hana bara á repeat heima hjá langömmur og langafa þegar ég var krakki á spólunni, bara endalaust. Er það bara sagan sjálf sem grípið þig? Það er sagan sjálf og hún er svo litrík og skemmtileg myndin. Þetta er, ég veit ekki, örugglega því hún á svona svolítið sérstakann stæði í hjartanum mínu frá því ég var krakki. Sást hana fyrst, manstu hvað var styrka gömul? Örugglega svona 3-4 ára. Já, þú sást hana fyrst? Já. Og er það mynd sem horfður sérst reglulega á? Já. Enn þann dag í dag? Enn þann dag í dag. Sérstaklega eftir að Disney Plus kom. Ég bara... Já, er hún þar? Hún er þar. Ok, hvernig finnst þið Disney Plus? Ég bara fílaði í botn. Ég er að horfa mikið á myndum sem ég horfði sem krakki og ég ennþá fíla þær í dag og svo náttúrulega mikið að skemmtilegum þáttum að þenni og horfði mjög mikið að þáttum. Þetta er 51, það er rétt sér. Já. Vá, er hún svona gömul sem er? Ég var að tjekka þessari. Já, ég mæli með þér. Kannski sá ég hana þegar ég var 7 ára eða eitthvað, en ég man ekki eftir því. Mér finnst það líklegt. Já. Hún er mjög vinsæl Disneymynd. Hún er alveg þessleg, ég sá mikið af þessu þegar ég var einmitt krakki. Ok, Alice in Wonderland, þið finnst það besta Disneymynd? Já. Betra en Lion King? Já. Betra en Pocahontas? Já. Ég er að tala upp allar Disneymyndir á. Betra en Frozen? Hún er betri en Frozen, já. Ok, þannig að það var ekki eins og spurning. Alice in Wonderland er betra en Frozen? Að mínum átti, já. Ok, en sást þessu með Johnny Depp? Var ekki Johnny Depp í? Jú, það Alice in Wonderland, Tim Burton útgáfan. Já. Það og svo Through the Looking Glass líka. 1 og 2 í raun og öðru. Hvernig var það? Drasl? Ekki drasl. Þetta var fínt. Fín skemmtun, en ég myndi ekki segja góða myndir. Og þið veist að teiknum þið miklu betri? Miklu betri. Ok. Ég þarf það að sjá, þannig að ef ég ætla að horfa eitthvað Alice in Wonderland dót, þá horfum ég á teiknum það. 100%. Eða lest bókina. Það er svolítið up to you. Ok, þú ert alveg búin að selja mér þetta. Ég vil ekki kíkja hérna á. Og mér sýnist hún vera bara í 75 mínútur. Jöp. Það er nú bara eins og svona þáttur aðeins í lengri kantinum. Akkurat. Ok, Alice in Wonderland, ég þarf að checka hana. Ég fíla hann Disney Plus. Já. Fínt dótað inni og nákvæmlega. Einar mynd sé bara, já, þessi og Alice in Wonderland, tek hana. Through the Looking Glass. Var það önnur bók? Já, það var önnur bók. Já, það er önnur bók. Þannig að myndin sem kom hana, þessi Tim Burton mynd, hún var byggð á annar bók. Alice in Wonderland var byggð á þessari sömu bók og svo kom önnur bók frá sama rithöfundi, ef ég er að fara með rétt mál. Já. Þá og það var Alice Through the Looking Glass. En Já, hún er ekki til sem teiknumynd, held ég. Nei, en Burton byggði hana, hann gerði fyrst þessu upprunasögu. Já. Svo byggði hann á seinni sögunni. Já, passar. Ég er bara svo trailerinn það og ég er bara Já, þetta er svona svolítið, ég er alveg hrifin af Tim Burton myndum, en þessi er svona svolítið all over the place, af því hann er að byggja þetta á sögu sem er vel þekkt og hann er að reyna að koma með sitt eigi twist á þetta, með samt sínum uppáhaldsleikurum og sínum stíl. Hvernig fílar Johnny Depp sem leikara? Ég fíla hann mjög mikið. Ég elska rangið hans. Finnst hann vera fastur svona pín í dag, svolítið svona eitthvað, svona fígurum? Já, hann er svolítið fastur þar. Það er svolítið leiðilegt af því hann er fær leikari. Hann er það. En það er líka alveg skemmtilegt að eiga hann sem svona fígurleikara í dag. Af því að maður hefur ekki, það er ekkert allir leikara svoleiðis. Nei, það er enda góðmundur. En ég er bara að horfa á daginn aftur á Edward Scissorhands, svo staðlegt sér. Já. Og ég held að það hefur verið eina af hans fyrstu myndum þar sem hann lék svona fíguru. Hann með skrítið hár og eitthvað svona. Skemmtileg mynd. En ég saknaði þess pínu þegar hann var bara leikari. Já. Hann var ekki leikið ykkur í mafjósa mynd eða eitthvað. Já. Það sem hann sína, hann er ekki bara eitthvað svona,
fyndin fígur eða Jack Sparrow Pirates myndunum eða. Já. Ég sagði næst pínu, en ég skil hvað það er kannski gana einn og einn leikari sem er svona fígurleikari. Svona svolítið eins og Jim Carrey. Já. Hann getur samt alveg gert, hann er ennþá alveg að leika venjulega. Hann er ekki bara í fígurum. Nei, hann tekur alveg séns að stundum og er að leika dramahlutverk eða eitthvað svo leiðis. Nær þeim alveg. Mér finnst það líka. Ég finn að Jim Carrey mjög vel sem leikara. Ok, Alice in Wonderland frá 51. Þú valdir mynd sem er eldri en ég. Já. Ok, hvað með aðra mynd? Ég skal koma með aðra mynd. Ég þarf að kíkja á síma minn. Alice, ok. Þetta er áhört pikk. Á ég að vinna mig upp bara í árum. Ég held að það sé skemmtilegt. Að þú bara ræður? Það er ekki ekki? Sko, þá ætla ég að koma með bara klassísku Shining. Shining? Já. Ok, frá 1980. Já. Akkur aldrei hana? Ég náttúrulega að taka svolítið myndir bara úr öllum áttum. Langaði að taka einhverjum svona hryllingsmynd, thriller, eitthvað inn. Og ég sé þessa mynd bara svo oft að ég hugsaði bara, já, þessi er, að ég átti svo erfitt með að hugsa hvað væri uppáhaldsmyndina mínar. Ja. En þessi er alveg ein af uppáhalds. Þessi talar sterkt til þín? Já, hún gerir það. En eins og með hana, þess mjög áverð að því að sérstaklega ljósið þess að þú ert 18 ára. Já. 2003. Já. Hún er orðin gömul þegar þú fæðist í rauninni. Já. Einhver liti. Eins og með hana, manstu hvað gömul og sást hana? Er það kannski bara stutt síðan? Er það bara 3 ár síðan? Það er nefnilega stutt síðan. Ég held ég að séð hana fyrst í fyrra. Nei! Jú. Þú sást þess að þá varstu 17 ára? Já. Þá sástu Shining fyrst? Já, annarkvort 16 eða 17, sko. Það er geggjað. Og þú búin að horfa hana ofta einu sinni? Já, ég mér er búin að fara á hana í bíó. Já, var hún sýnd í sambíónum með það? Já, á COVID-tímabilinu þá náttúrulega var það að sýna margar gamla myndir. Já, alveg rétt, já. Já, þú fórst hana í bíó. Og hvað er svona áhugaverst í Shining? Mér finnst hún náttúrulega er klassík. Af hverju hún klassík? Hvað er svona töff við hana? Mér finnst þetta var náttúrulega að brjóta ýmsa veggi og þetta er, ég elska bækur að vera að byggja hann upp á bók þannig að það finnst mér líka mjög skemmtilegt element og mér finnst leikarnir eiginlega frábærir, reyndar, ok, ég verð að segja það ég man ekki hvað leikonan heitir en svo sem leikur aðal hvern hluturskið, mér fannst hún ekki standa sig eitthvað svakalega vel. Það ekki? Nei, en ég líka veit að hún er ekki leikona þegar hún fær hluturskið. Nú, ég vissi það ekki. Að ég held allavega. Hún var það kannski ekki búin að leika mikið eða eitthvað? Nei, hún bara svolítið fekk þetta og leiksturinn bara svolítið, reyndi að fá hann til að gera það sem hann vildi. Ég veit að búin að lesa það, ég var að tala um í podcastunum, að Stanley Kubrick sem gerði með Shining, að hann hafi verið bara ekkert ógeð við hann á settinu. Hann var það. Það var bara andlit ofbeldi og í rauninni, sko. Til þess að fá þessa framvistu, það er leiðilegt að heyra. Það er það. En ég meina, maður fekk alveg ágæta framvistu. En hvað var það? Fannst þú hún ofleika eða eitthvað svoleiðis? Mér fannst hún bara ekki nógu sannfærandi. Já, þú veist, í hluturkinu. Mér fannst hún horfa svo mikið í kringum sig og þú veist, eina sannfærandi mómenti var í, þú veist, senunni. Já, það er að Exxon kemur ekki um hurðina og hún og baðherbyggjar. Já, og þegar hann byrja bara, labba eftir henni, þú veist, þegar hann er að byrja í þessu kasti sínu, þá út af því að hún var hrædd í alvörunni. Það er fyrsta skiptið sem ég fannst hún leika eitthvað almennilega. Þá keyptir hana. Þá keypti hann. Sem fórnalamb. Sem fórnalamb. En þessi Jack Nicholson, hvernig er það hann? Ég elska hann. Ég bara, hann er örugglega leikari, einn af þessum svona sem eru fyrirmyndi mín. Aha, sem leikari þá? Sem leikari. Hvernig þá? Hvað mennur þau? Út af því að mér finnst það mjög sannfærandi leikari í fyrsta lagi og hann nær bara svo sterkum, djúpum tilfinningum. Maður upplifir sér svo mikið inn í hans aðstæður. Hann fær mann svo rosalega mikið inn í aðstæðunar. Þannig að þú kaupir alltaf karakterinn hans? Ég kaupi alltaf karakterinn hans og hann er alltaf með svo stórar tilfinningar en samt svona ekki ofstórar. Hann er alltaf svona frekar svona crazy gæi sem er alveg, ég elska svoleiðis eitthvað svona crazy. Já, það er alveg eitthvað sem ég elska að horfa á og hann er bara mjög sannfærandi í svoleiðis hluturkum. Ertu búin að sjá margar Jack Nicholson myndir? Ég er búin að sjá þessa,
ég séð einhverjar, en þú veist, eins og það eru margar myndir sem ég langar að sjá líka, One Flew Over the Cuckoo's Nest, ég hef annað eftir að sjá hana, en ég hef heyrt frábæra hluti. En svo As Good As It Gets, sástu hana? Já, þannig að þú veist, maður hefur séð eina mynd með honum. Hvar finnst þetta framist að ástæðu spyrja því að pæla, hvar finnst þetta framist að hans í Shining? Þú veist, hún ofalega hjá þér? Hún mjög ofalega hjá mér, já. Veist, út af því að þetta er tilfinningaþrungi hlutverk og því erfiðar sem hlutverkið og því betur sem leikar næri því ofalega það hjá mér. Ef karakterin bara frekar bland, þá náttúrulega getur maður ekki sagt að framistæðan hafi verið góð. Nei, ég skil hvað við. Og þarna rauninni passa sko með Jack Nicholson frábæran leikara og með þetta flottu karakter og þessi blanda einhvern veginn og með Kubrick sem leikstjóra þá eru til einhverju töfrar. Það nefnilega. Og svo líka bara krakkinn var skringilega góður leikari. Já, ég hugsa alltaf í Shining. Já. Þetta rad og líka þegar hann á hjólunu og maður heyrir svona þegar hann fer á teppið svo fyrir hann á parkett. Ógeðslega skemmtileg hljóðblöndurinn. Já, þetta er geggja. Þetta er æðisleg mynd. Já, hún það. Fannst hún scary? Ég get eiginlega ekki sagt það. Ekki fyrr en konan á baðherberginu. Já, gamla konan. Gamla konan. Það var þá fyrst sem ég svona fekk smá hroll. En eins og, var þetta ekki tvíburastelpur? Jú. Og svo svona lyfta fulla blóði Já. Og svona. Það var ekkert að hræði? Nei, ég held ekki. Ég held bara út af því að þú veist, þetta svolítið eldri mynd og hún var kannski að íta á punkta sem voru kannski aðeins meira skeri þá. Já, fyrir 40 ára síðan. Já. Já. En eins og fyrir þig að sjá mynd frá 1980. Já. Þú ert að horfa hann í fyrst geti í fyrra. Eða hitt í fyrra. Já, það er ekki langt síðan. Alls ekki. Ertu alveg bara eitthvað svona, þú vissi væntanlega að Shining væri klassísk mynd og allt það. Ertu að horfa á þetta með mjög gaggrínum augum eða ertu að fyrirgefa kannski svona einhverja parta af þetta gömulmynd? Ég að fyrirgefa einhverja parta út þetta gömulmynd af því að hún kannski eldist ekki best og veit alveg að fólki í kringum mig alveg samfélagi en ég samt, þú veist, ég get samt notið hennar, hún hefur ekki alls tætla. Þú veist, hún ennþá góð mynd. Þú veist, eins og hún á sín moment eins og með hljóðblöndurina með teppið og parkettið, það var, þú veist, að horfa á hann í bíó svoleiðis fannst mér bara styrluð upplöfin eiginlega. Tjóðlega, ég hætti að drölla mér á hann í bíó. Já, fór mér sér í VIP og allir, sko. Nei, djöfull. Það ég var til að sjá Shining í bíó. Já, og það var líka extended útgáfan. Ég held ég ekki sé hana. Nú. Hvað extended við hana? Vistu það? Ég ekki alveg með það hreinu, mér var bara sagt að horfa bara á hana og ekki hina. Ó, ég svona pæla, ég veit ekki hvort ég sé extended útgáfana. En ok, já, Shining. Þetta er eina mínum svona uppáhaldsmyndum. Ok. Mér finnst svona æðislega, ég elska þessi mynd. Mér finnst svona eldast vel. Já. En mér finnst svo gaman þetta, að ég er 83. Þegar ég sé hana, þá er kannski ekki það gömul. Ég sé hana ekki því 30 ára. Nei. Eða eitthvað svoleiðis. Ég sé hana þegar hún er alveg úlingur. En mér finnst hún alveg eldast þokkala vel, sko. Já. En mér fannst hún aldrei skeri, ég sammálaði þar. Já. En ertu mikið fyrir hryllismyndir? Nei. Það er bara enga veginn. Þú veist, jú, en ég hef ekki verið mikið í þeim geira. Þú veist, ég er ekki mikið bara svona, það er ný hryllismynd í bíó, ég þarf að sjá hana. Það er meira svona, já, ég er alveg til að sjá þessa mynd, en ég er ekki að fylgjast með. Þú er ekki mikið áhuga kannski á þeirri tegunda bíómyndum? Nei, passar. Meira svona fylgjast með grín og hasarmyndunum. En hvað er þá við hryllismyndir? Finnst þér verður að hrætt eða finnst þetta bara heimskulegt? Sko, ég verða alveg stundur svolítið hrætt. Eins og ég man þegar ég horfði á Nightmare on Elm Street. Fyrstu bara? Fyrstu. Já. Það er fyrsta hryllingsmyndin sem hrætti mig. Út af því að, ég veit ekki, hún bara ítti greinilega á einhverja punkta sem ég fannst bara rosalega viðkvæmur. Ég átti bara erfitt með að sofa næstu nættir, sko. Ok, en eins með hana, maður sko að skoða þú sást hana? Ég er 16, já. Já, ok, hún náði þér samt þá? Hún náði mér samt þá. Ok, það er geggjað. Af því mér fannst hún einmitt alltaf skeri. Já. Gaman að heyra það að hún eldist allavega það vel að hún næri að hræða einmitt þig þegar þú ert 16 ára. Já. Af því það er bara 2 ár síðan. Já. Ok, hryllismyndir ekki ólega höfður. Ekki ólega, nei, því miður. Nei. Finnst alltaf skemmtilegt að komast í þær. Ég er að fara á hryllingsmynd með þess að annarkvöld í bíó.
Ertu að fara á Night House eða? Nei, ég að fara á hvað heitir hún? Það er ekki bíó? Jú. Ertu að fara á Don't Breathe? Já, 2. Já, Don't Breathe 2. Og ég að sjá nummer 1 bara núna á eftir þegar ég er búin hér. Já, ok, þú ert ekki búin að sjá fyrstu? Nei. Ég fannst þú mjög fín. Ok. Ég fílaði fyrstu mjög vel. Ok, geggjað. Hún komur óvart. Það bara mjög spennt að sjá fyrstu eftir. Hún er ekki það gömul. Nei, 2016. Já, einmitt. Held ég. Já, 2016. Já, ok. Það verður gana að heyra, þú kannski sendir mér skilabóð saman með 2, því ég er svona 50-50 hvort ég er að sjá hana. Já, ég er búin að heyra frábæra hlutum hana. Meira svo frá hryllingsmynda aðdáendum, sko. Ok. Þessna er ég að fara á hana. Ok, geggja. Þannig þú ætlar að sjá fyrstu og svo ferðu á, 2 á morgun? Já. Ok. Hryllingsmyndir, ekki ólega hjá þér. Hvað er næsta listan hjá þér? Þú kom á Alice in Wonderland, Shining. Þetta er alveg fjölbreytilegur listi. Já. Sko. Næst held ég að sé, Trainspotting. Trainspotting? Já. Ok. Hvað heldur hana? Ég bara frá því sá hana fyrst, hún virkilega greip mig. Þetta er svona heimur sem maður kannski svona þekkir smá. Þú veist, ekki af ein reynslu, en maður bjóði Breiðholtinu. Ég er úr Breiðholtinu, sko. Ok. Þannig að þú kannski skilur hvað ég á við. Og mér fannst hún bara svo snilldarlega gerð. Ég líka elska leikarana. Það er bara, Jómi Gregor og... Já, Robert Carlyle líka. Æðislegur. Hann er æðislegur, hann kemur hann alltaf á óvart. Sammála. Og mér finnst líka bara plottið gett skemmtilegt. Það er eitthvað sem maður myndi alveg tengja við þrátt með fyrir að maður sé ekki, þú veist, þessi típa. Maður samt tengir við plottið, þetta er svona, þetta er náttúrulega típiska formúlan, þú veist, þetta er einhverju low life sem að, þú veist, þurfa að vinna sig upp og ná því. En maður bara tengir virkilega við karakterina, finnst mér. Þeir eru svona... Trainspotting, áhverð pikk. Já. Hvað er hún aftur gömul? 97 eða eitthvað? Eitthvað svoleiðis. Hún er 90 eitthvað? Ég hef ekki séð hann í mörg ár. Ég sá hana síðast. 96? 96. Já. Mér finnst hún geggjuð. Það er líka bara, hún er að brjóta svolítið þegar hún kemur út. Það er ekki margar myndir á þessum tíma sem fjallar svona mikið þú veist, ekki þessallið af dópheiminum. Þú veist, jú, mafjósamyndir, en þetta er svo meiri neyslumynd. Þetta er meiri neyslumynd, akkurat. Þetta er meira svona low-life fólkið í þessu. Þeir eru ekki stórir í þessum heimi, þeir eru ekki með eitthvað mikla peninga, þeir eru bara, þetta er verið að sýna raunveruleikan af fólkinu sem fylgir undir heimunum í raun og veru. Það er engin glamúr í þessu. Akkurat. Já. Það er einhvern veginn það sem gerir myndina svolítið glamúr. Já, þú fílar þá hlið. Alveg virkilega. Það er kannski aðeins meira svona gritty, edgy, raunverulega, svona frekar hrátt. Já. Heldur en eitthvað svona, eitthvað cool dópsali sem var fullt af peningum og eitthvað flotta bíl og eitthvað. Já, þetta er raunverulegra. Svo mannlegra. Þetta er mannlegra. Og líka á sama tíma er þetta svona smá forvarnamynd þegar maður hugsar út í það. Þú veist, af því þetta er ekki að sýna glamúrhliðan eins og margar aðra myndir. Þetta er að sýna bara eitthvað, þetta er raunveruleikinn. Já, bara það er ekkert spennandi að vera í dópi. Akkurat. Það er rétt sér. Það er það að sýna Trainspotting bara í skólum. Já, í staðan fyrir Lof mér að falla. Mér finnst það. Er það? Ég sá hann ekki. Ekki, ég er búin að sjá hana. Hún er góð. Hún er mjög dramatísk. Alveg virkilega. En út af því Trainspotting ég veit ekki, kannski er það bara því þetta er eina af mínum uppáhaldsmyndum, en ég held að úlingar myndu tengja meira við hann og finnast það skemmtilegt, því þetta er náttúrulega á vissan hátt líka grínmynd. Já, var þetta ekki svona svartur húmor kannski einhverju leyti? Jú, svartur húmor sem að úlingar í dag eru mjög hrifnir af og svona frekar en svona dramatísk mynd sem að mann er ekki að horfa á í tíma. En eins og með Trainspotting, þetta eru 3 myndir sem koma allar út og þú fæðist. Já. Þegar þú varst yngri, var þá eitthvað svona kvikmynda uppeldi og voru fóreldrin að sýna eitthvað myndir? Já, var mikið það? Pabbi er algjör kvikmyndanörd, það má segja það, sko. Og hann var mikið í þessi þegar ég var yngri að sýna mér uppáhaldsbarnamyndir hans. Ég var snemma búin að sjá E.T., Gremlins og þú veist, þessar típisku myndir. Gott uppeldi. Mér finnst það. Og við vorum líka alltaf með alla pappahelgar, þá var alltaf bíómyndakvöld. Þá annarkvort var pabbi búin að velja mynd
eða stjúpmamma mín eða við krakkandi fengum að velja saman mynd og þá fórum við bara nýra á vídeolegu og leiðum ykkur mynd og horfðum öll saman draumakvöld sko. Já. Ég hugsa á svo oft til þegar ég var yngri Já. ég mitt fara leiði ykkur á spólu fara heim ég sakna þess Já, ég geri það líka Er það ekki svo smá? Alveg 100%. Þú veist, Netflix og allt þetta dót er alveg skemmtilegt en þetta er ekki saman fílingur Nei, alls ekki og svo líka þetta er meira, þú veist, eins og þegar ég bjóðum þá heima þá var þetta pabbi var að horfa í sinni tölvu mamma mín, stjúpmamma mín var í stofunni að horfa á Netflix þar svo verðum við krakkarnir í sitt hverju herbygginu að horfa á Netflix Það er ekki skaman Nei, og svo bara förum við upp á hverju öðru bara, hei, ég var að horfa þessa þeir eru geggjaðir, fara að horfa á og svo gerum við það bara allir í sitt hverju herbygginu En það er kannski svona nútíma fjölskylda í dag er kannski að upplifa með þetta einn krakkin upplifur eitthvað þætti, einn í tölvu svona dreift, en í gamla daga þá var það kannski meira svona fjölskyldan satur fram á sjónvarpið og var að horfa á okkar saman Mér fannst það einmitt ógeðslega skemmtilegt og líka þegar ég var heima á og afa þá var bara RÚV í gangi eitthvað svona aðeins eldri myndir og maður bara settist hjá afa og borðaði popp og horfði bara á einhverja myndir sem voru bara í gangi Þetta voru góða tíma maður Já Þetta er svona svo magna hvað þau hefur breyst Það er það og ég hef náttúrulega fylgst með breytingunum á í raun og veru ungum aldri Vist, Já, þú, einmitt það er áhugavert Þetta er búið að þróast svo rosalega hratt og ég ennþá bara 18 ára en samt var ég að leigja spólur sem krakki Hvað er þessi langt síðan þið byrjuðu síðan þið lokuðu vídeólum, alltaf séu 10 ár síðan 5 ár síðan Manst þú það? Ég man þegar að gerast en ég man ekki hvað ár það var það bara, við vorum til dæmis á mínu heimili mjög snemma komið með Netflix það var bara áður en það var komið til Íslands í raun og veru. Við vorum búin að finna svona leið til að Já, ég skilji. Það er nokkur ár síðan að maður gæti svolítið svona stólist til þess að fá sér Netflix. Já, akkurat. Þó maður hafi líka borgað fyrir það, sko. Já. En þú mann samt alveg eftir að hafa farið mitt á vídeolögur og svona. En það var þó DFD, það var ekki Waffa-S. Sko, ég stundum var að Waffa-S líka. Það var mjög erfitt að finna þær, en við áttum samt spólutæki heima. Já, þannig að þú mannst alveg eftir að hafa hort líka á spólur. Af því ég að hugsa sko ef að þú veist 2003 sem er 10 ára eða eitthvað það var 2013 það var rosa mikið bara DFD og svona eins og Blu-ray var komið Er það ekki? Jú Er það ekki? En þú þekkir samt Waffa-S? Já Ok, það er áhugavert Ég nefnilega mínar æsku minningar var Waffa-S Já Svolítið því ég var eldri það var þetta meira DFD sko Já, náttúrulega pabbi sko hann er náttúrulega yngri kanturum þannig að hann var eiginlega úlingur þegar ég fæðist, bara 2 árum eldri en ég í raun og veru þannig að hann var líka alveg svona svolítið að fikra sig áfram, hann var að prófa DFD þegar það var svona tiltölulega nýtt að sýna okkur krökkunum það en samt að halda í þetta gamla eins og, þú veist, Waffa-S og svoleiðis En það er svo mikið bögg sem svona fylgdi því spólaði tilbaka spólaðan slitnaði og fór kannski á vídeolögu og hún var í þau keyptu kannski 10 nýju myndinni sem var að koma út og þau voru öll í útleigu. Já, akkurat. Pældi hvað þetta er svo myndið þú nenna því í dag? Þú bara, það er komið ný mynd á Netflix svo ætlar að spila hana, þá hún bara standa nei, það eru 50 manns að horfa hana, þú voru bara Það væri ekki rosa skemmtilegt. Það var ræðilegt. Já. Við erum svo ungt fólk í dag, veit ég hvað hefur það gott. Nei, nákvæmlega. Ok, áhugavert, Trainspotting. Jú. Eins og með þá mynd, er það mynd sem að pabbiðin sýndi eða uppgötur hann sjálf setna? Pabbi sagði mér að horfa á hana, en hann sýndi mér hann ekki. Það var svona, þegar Netflix var komið og allir farnar að horfa í sitt hverju horninu. En pabbi hefur alltaf verið mjög strangur á, hann er alltaf sagt, þú verður að sjá þessa mynd. Annars bara farið ekki að vera dóttir mín. Annars mun ég afneita. Já, eða bara ég verði arflaus eða eitthvað, skilur. Það er bara svolítið svona. Ok, hann tekur þetta alveg. Já. En eins og með það, þegar hann var kannski sýnaðar myndir, þegar þú varst yngri, var hann að sýnaðar alveg blóðamynd, Die Hard eða menn fólk skotið eða var hann að láta það loka augunum? Sko, það er bara... Máttu kannski ekki segja? Ég má alveg segja. Það ég man hvernig það var sem krakki. Já. Ég þurfti alltaf að hringja í pappa þegar ég var heim hjá vinum mínum og kannski mynd, bönnuðin og 12 ára og ég var bara, heyrðu, pabbi, má ég horfa á þessa mynd? Já.
og hann alltaf þurfti að gefa mig leyfi, hann þurfti að svona, já, er þetta þessi mynd? Já, það er alveg í lagi, en svo var hann ekkert að hika við að sýna mér myndir, sko. Þú veist, honum var nánast fram, þú veist, ég var að horfa á Die Hard með honum og Lethal Weapon og Men in Black, en svo þegar ég var ein með vinum mínum, hann sagði, nei, það er of mikið fyrir þig, og ég er svona, ok, ekkert mál, og ég hlýddi bara. Ég er svona skilan. Já. Að því að pabbi minn var svona svipaður, ef ég var kannski einn heima eða ég var með 2 vinum mínum eða var að frétta vinum mína, bara pabbi, ég er ekki búin að sjá Alien, er í lagi að sjá hann, eða eitthvað svona. Það bara, já, það sleppur. Svo það við vorum saman, þá var mitt hann að sína með Die Hard eða eitthvað. Ég þurfti alltaf að ég var lítið svona að loka augunum eða var eitthvað sérstaklega ógeðslegt. Já, þetta pappa alveg sett alveg mörk ef þetta var eitthvað mynd sem hann virkilega hélt að ég ætti ekki að horfa á. Ég sem, þú veist, fyrsta dóttir hans kvíðasjúklingurinn og hann stundi bara svona, nei, það er ekki sniðugt að sýna þessa mynd. Þú var ekki gott að þessu alveg akkurat núna. Já, akkurat. Ok, já. Þetta er svolítið gaman að þú fengið svona kveikmyndu uppfyldi. Já. Þetta er svo smitandi, ég er að vona ekki að smita strákið minna þessu. Já, 100%, það er svo skemmtilegt fyrir þig líka. Sko. Ég strax byrja bara að vinna í einhverja lista og sína þessa. Lion King bara á næstunni. Lion King næstunni. Alice in Wonderland. Já, 100%. Hún getur fínt þess að sína honum, þannig aðeins eldri. Ok, Trainspotting. Hvað ertu með næst? Sko, ég veit ekki almennilega hver að myndirnar er að koma út. Herði... Það er alltaf rætt. Hvað er bara með næsta mynd? Pulp Fiction. Ok. Eina mínum uppáhalds. Ok. Af hvað heldur Pulp Fiction? Það er enn og aftur mynd sem ég séð svona 100 sinnum. Og ég er mjög mikil Tarantino aðdáandi. Er það besta myndinar? Já. Okay. Þetta er allavega uppáhaldsmyndi mín með honum. Ok. Ég er búin að sjá allar nema Jackie Brown. Áttu hann eftir? Já, hann eftir, já. Ok. Á hvað tekjum við sjá hana? Ég veit það ekki. Það bara, mér finnst ekki vera mikið umtal hana. Það er ekki fyrir maður fer að hugsa býtu hvað, ég er ekki búin að sjá allar 9 myndirnar. Já, ég skilji. En þú er búin að sjá alveg Django og þú er búin að sjá alveg Inglourious Bastards, allar þessar myndir. Ok, Pulp Fiction. Hvað er svona gott við hana? Sko, ég er leikuna, svo ég horfum mikið á leikarana. Ok. Leikararnir í þessari mynd eru stórkostlegir. Finnst þið bara allir góður? Áttu uppáhald? Sko, þetta er uppáhalds John Travolta myndi mín, 100%. Þú veist, hann stendur sig ógeðslega vel í þessari mynd. Geggjaður. Maður fara að sjá svo skemmtilega hlið á honum af því hann er svo mikil svona, þú veist, jú, hann er tough guy í þessari mynd, en hann er öðruvísi tough guy í flestum öðru myndir sem hann leikur. Ég er 100% samanlegar. Þannig að, og svo náttúrulega Uma Thurman. Ég elska að sjá svona líka sérstaklega myndir sem eru gerðar á þessum tíma þegar konur fá að vera aðeins öðruvísi heldur en típiska stereotypana af konum í bíómynd. Hún fær að vera sinn eigin karakter. Já, Mia Wallace er geggja karakter. Bara elskana. Hún er að gera sína eigin hluti. Hún er ekki bara að tala kallmenn allan tíman. Þú veist, hún er að þetta er svolítið groundbreaking fyrir hvern hlutverk í bíómyndum. Er það eitthvað sem að, mér finnst áherslu að spyrja til það, er það eitthvað sem þú pælir í þegar þú horfum þetta bíómyndir og kannski myndir þessar eldri myndir eins og Pulp Fiction frá 94 minnum mig, svona 90s mynd og svo ertu að horfa þessar nýlegu myndir í dag. Já. Ertu mikið að pæli þessi mynd? Hvernig konur eru túlkaðar eða svona? Ég pæli rosalega mikið í bara hvernig alls konar fólk er túlkað út af því að í dag þá eru svo miklir standardar til þess að búa til mynd. Þú þarft að fylgja ákveðnum reglum, þú þarft að hafa, þú veist, ef það er hvern persóna í myndinni, þá þarf hún að hafa minnst okkur eina senu þar sem hún talar ekki kallmann. Það er bara reglur eiginlega innan kvikmyndagerðar í dag. En á þessum tíma voru þessar reglur ekki, þannig að þessar, þú veist, það var rosalega mikið í bíómyndum, þannig að þegar það er ekki, þá tekur maður eftir því. Það er maður svona, vá, það er karlmaður að skrifa þessa mynd og hann skrifar hvern karakter sem er karakters. Það er magna. En í dag er þetta svolítið forsað. Þú veist, núna þurfum við að hafa þetta svona, núna þurfum við að hafa þetta á þennan hátt. Þannig mér sér það svolítið skína stundum, ekki alltaf, en eins og þú veist, þegar maður sá, þegar nýja Ghostbusters myndin kom út, það var bara feminista mynd. Hún var ekki góð, fínar leikonur, en þessi mynd var bara gerð til að vera svona feminista mynd.
og sama finnst mér Harley Quinn myndina Birds of Prey þetta var svona rosalega mikið svona sýnum bara konur í stórum hluturkum látum þær gera ekki kvenlega hluti en láta þær samt svona hafa svona touch af kvenlega hliðinni til þess að hafa þetta svona relatable mjög áhugavert að þú ert kona sjálf þá finnst mjög áhugavert að svona, sérstaklega þú í yngri kantinum og svona hvernig þín upplifun að því ég til dæmis pældi ekkert þegar ég var yngri pældi ég ekkert mikið í þessu Nei. Því ég var að horfa kannski aðalega okkar hasamyndur og það okkur kattið aðalega ekki eitthvað en svona, eftir þess að ég tala líka með fleiri konur þessu podcasti og vinkonum mínar og svona að þú upplifir myndir öðru sem ég skilur og mér finnst mjög áhært að mynda að líta tilbaka og maður horfir okkur að mynd og maður bara svona, já, ok, ég fatta hvað að tala þá ertu með kannski hverja 2 konur það atriði þess að það að labba saman og það að tala kall sem eitthvað svona, þetta svona þetta basic þetta klassíska standarddót en svo eins og þú nefnir í Pulp Fiction, Mia Wallace það er bara geggjaði karakter hún er geggjaði karakter, hún er svo vel skrifuð hún er með svo góða baksögu og það farið, hún er kannski ekki aðal karakter í myndinni en maður kynnist persónu svo vel og á sama tíma erum við samt ekki að defæna hana á karlmanni eins og allar aðrar konur í öllum öðrum hlutverkum. Ég skilji. Ég er sammálaður. Hún er líka rosa eftirminnileg. Hún er það. Líka bara lúkkjana, hvernig hára hana var, skyrtan, fötin, svona dansadri með þeim. Geggjar Halloween-búningur. Já, er þetta ekki svona vinsæll Halloween-búningur? Jú, akkurat. Að vera Mia Wallace. Já, og svo parabúningur, þú veist að hafa Já, sem Vincent Vega. Já, akkurat. Já, einmitt. Já, þetta er cool look, sko. En, hvor fannst þið betri karakter, nú til ég grillaði? Hvor fannst þið betri karakter? Mia Wallace, þú veist, Uma Thurman í Pulp Fiction. Já. Eða The Bride í Kill Bill, sem er líka Uma Thurman. Ég geng út úr því þú ert búin að sjá hana, því þú ert búin að sjá allar með Jackie Brown. Vá, það er þegar stórt er spyrst. Að ég dýrka hann í Kill Bill. Hún er æðislega í Kill Bill. Sko, ég verð að segja Mia Wallace út af því við fáum svo lítið að sjá hana en hún er samt svo rosalega eftirminnileg. Hún er svo rosalega vel skrifuð að við þekkjum, okkur líður eins við þekkjum karakterinn, samt ekki aðalhlutverki. Góða punktur. Þetta er alveg rétt hjá þér. Takk. Hún er líka sko, að því að Pulp Fiction, það er kannski ekki beint einn aðaleikari. Það er rétt. Það er svona ensemble piece, þetta er svona margir leikara, margir karakterar. En hún er samt, að því Uma Thurman er góð leikona. Æðisleg. En í þessari mynd, hún er alveg að leika á móti þungamitta leikurum, en hún fættar aldrei skuggan. Nákvæmlega. Já, ég elska Pulp Fiction bara svo mikið, sko. Já. Að tónlistin geggjuð. Já, plötuna. Nei, það? Já, vínil. Þannig að þú dýrkar væntanlega tónlistina. Já. Hann vel líka alls svo skemmtileg lög, Tarantino. Já. En svo Reservoir Dogs. Hvað heitir hún? Sko, ég hef bara séð hana einu sinni og ég held að það hafi verið, þú veist, ég man það lítið eftir myndin, ég held að það hafi verið kvöld þegar ég var eitthvað að dotta. Þannig ég þarf að sjá hana aftur. En hún er alveg eftirminnileg. Ef ég man rétt, þá gerist hún meira að minna svolítið bara á sama staðnum. Gæti næst ég bara verið hálfgert leikrit. Það er það sem ég elska þegar myndir eða þættir er bara gerðar á einum stað og ná að, veist, að samræða ná að halda uppi myndinni. Mér finnst það svo æðislegt að það er svo vel skrifa handrit. En eins og þá er að spyrja, eins og Hateful Eight, sástu hana? Já. Af því hún er pínu svolítið svona leikritlega, hún gerist rosa mikið bara einu húsi. Aðalega bara samræði byggð. Hvernig fannst hún? Mér finnst hún æðisleg. Fannst hún of löng? Þegar ég sá hana fyrst, já, en þá var ég líka svolítið yngri og kunni ekki alveg að meta þetta. En í dag, þegar ég get hlusta á svona langar samræður án þess að vera eitthvað að detta út og verða áhugalaus, þá finnst mér hún æðisleg og ekki of löng. Því sumir sögðu það, ég er ekki sammálaði. Nei. Mér fannst hann aldrei langdrein, ég naut hverja einustu mínútu. En sumir sögðu að hann er of hæg, hún er of löng, hún er svolítið langdrein. Já, ég held að það sé bara, fólk sé að hugsa svolítið eins og ég gerði þegar ég var yngri. Þetta var svona, þetta er bara samræður, þetta er bara svolítið boring, ef maður segja. En svo þegar maður fer að hlusta svolítið á hvað karakterinn er að segja og sjá sögurnar sem er að búa til, maður setur sér svo mikið inn í þetta, svolítið eins og að lesa bók. Sammálaður, vákæði sammálaður.
þá er maður svona meira ímynda sér, maður þarf ekki að sjá allt sem gerist. Maður getur bara þeirra að segja frá atburðum og þú bara svona sérð hana fyrir þér í haustnum í staðin fyrir að hún sé bara gefin á skjánum. Svo líka bara svo töff við þá mynd að því að Tarantino svo góðu penni að þetta ákveð svona mystery mynd og maður bara hvað er að gerast, er þess að ljúga, er þess að þessa? Nákvæmlega. Get ég treyst þessum, mér varst það svo töff í henni. Murder mystery, má segja. Já, einhver leiti. Hann sagði mitt sjálfur, þetta væri svona hans Agatha Christie mynd. Já. Minnir hann hafi sagt það sjálfur. Ég skil hvað hann við. Já. Að því maður grunar alla, treystir engum, þetta er allt, alltaf hateful, þetta er allt ógæslegt fólk og já. Ég er ánægður að þú fílar hana. Ok. Af því að hún er svona, maður fær oft frá Tarantino aðdándu, bara svona, mér varst hún ekkert spes. Já. Ég heyri það alveg slatta en ég veit ekki, mínir vinir, þeir sem eru kringum mig, þeir kunna virkilega með hana. En svo á móti kemur pabbi minn var held ég ekkert rosalega hrifinn af henni út af því hann er bilaður ADHD-sjúklingur og það að hlusta fólk tala svona lengi er ekki fyrir hann. Er ekki kannski alveg fyrir hann, en það er bara ef ég man rétt. Hann ásvöldi erfitt með að horfa á hægamyndir. En er hann mikill Tarantino maður? Já, okay. Þú veist, hann sagði mér að horfa á Pulp Fiction og Kill Bill skilurðu, en ég býst við því. Já, þú veist, hann fór á nýjustu myndina og svona. Hann var ekkert það hrifinn af Once Upon a Time in Hollywood. Varst þú hrifinn af henni? Ég var hrifinn af henni, en þú veist, maður var ekkert rosalega ánægður með það að maður þurfti að vita söguna til að sjá myndina. Af því ég vissi ekki söguna. Já, Manson og Sharon Tate. Akkurat, ekki þegar ég sá myndina. Ég þurfti svo eftir á að googla og þá hugsaði, þá meikar þetta sens í myndinni. En það er svolítið leiðilegt að þurfa að vita söguna þegar maður fer og sér myndina. Áhört að segja þetta, því ég og félagið minn tókum upp bara einn af mínum fyrstu bíóblast-þáttum var Once Upon a Time. Ég hlustaði og við vorum að tala um það að félagið minn sagði það bara, þú þarft til að vita söguna til þess að njóta henni almennilega. Er það ekki smá galli? Það er smá galli. Þú veist, jújú, þetta er fræg saga og margir vitana, en þetta er svolítið öðruvísi ef þú værir að gera til dæmis ég veit það ekki, ef þú værir að gera mynd sem snerist einhverja, ég veit ekki, öskubusku. Þú veist, þú þekkir öskubusku söguna, þú þekkir allir öskubusku söguna. Já, ég skilji. Ef maður væri að gera mynd í kringum þá sögu, þá myndi hann kannski sleppa eins meira heldur en eitthvað saga sem er ekkert eitthvað rosalega þekkt. Nei, ég skilji hvað. Þetta er ekki svo að segja sögur sem Hitler eða seinni heimsstyrjöldin eitthvað sem svona flestir emitt. Já, ég sammálaður. Af því mér fannst það að vera svona smágalli. Já, ég sammála. Mér fannst það bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég var ekkert svakalega hrifinn af henni. Nei, lokasena var geggjuð. Hún var alltaf mjög skemmtileg. Já. En ég man í bíó, þá hugsaði ég með mér pínu svona too little too late. Já, reyndar. Hún var svolítið langdregin. Þú veist, það kom góð moments. Þú veist, góði leikarar. Tarantino er alltaf með góða leikara. Svo sem að skein svolítið vel var litla stelpan. Hún var æðislega á móti DiCaprio. Alveg svakalega góð. Hún var ekki lengi á skjánum, kannski 12 mínútur alla myndina eða eitthvað. Hún samt greip mann. Eftirminnileg. Rosalega eftirminnileg. Já, ég held, er hún ekki bara í 2 atriðum eða eitthvað? Hún er bara í 2 atriðum. Já, er það ekki? Jú. Ég held það. Og bara samræði atriði. En mér varst líka svolítið skemmtilegt með það atriði, sérstaklega þegar hann er að lesa bókin, hann hittar hann fyrst. Mér var svo gaman líka að þú veist að horfa út í Capra, hann er rosalega reyndur leikari. Já. Á móti þessar stelpu sem er örugglega ekki mjög reynd, hún var það ung. Já. Mér var svo gaman að sjá kemist við þeirra. Að því mér varst hann líka góður. Já. Á móti henni. Mér varst það geggja, það var eins og þau bara, ég veit það ekki, þau bara fjallir rosalega vel saman á skjánum. Já. En þá hugsa maður með sér, er það ekki svolítið leikstjórn þakka? Einhver leiti? Jú, alveg. Þú veit með góða leikara, en stelpan greinlega góða leikara. Alveg frábær. Og DiCaprio alltaf solid. En það er leikstjórn sem það svolítið svona púsla þessu saman og búa til eitthvað ákvað andurslótt, get ég ímynda mér. Já, algjörlega. Hann er snillingur á Tarantino með. Hann er það. Getur talað um henni allt. Já, þetta getur verið Tarantino þáttur. En nú ætla hann bara að gera, segir hann. Já. Hann ætla að gera 10 myndir. Þess að það var eina eftir. Já. Hvað finnst þú það? Finnst það leiðilega? Ég myndi ekki segja það, út því að hann náttúrulega hefur lauma sér að gera aðra myndir sem hann er ekki að skrifa, leikstýra og gera alveg sjálfur. Eins og hefur sér 4 Rooms myndina.
Já, ég sá hana bara sem hún kom út, ég held hún sé 90 eitthvað. Já. Hún er frekar gömul. Hún er frekar gömul. Mér fannst hún bráð skemmtileg, sko. Já. Hann náttúrulega skrifaði bara sinn hlut, þess að skrifaði og leikstýri bara eitt hluta af myndinni í raun og veru. Já. En þú veist, hann er til dæmis ekki að telja hana með og hann hefur gert svona ýmis svona lítil verkefni sem hann getur alveg fundið svona inn á milli og það er alveg skemmtilegt. Já, ég menn hann skrifaði þetta True Romance og From Dusk Till Dawn. Já. Það er alveg rétt hjá þér. En svo sem hann sem leikstjóri, það er eitthvað, hann er mjög sérstakur leikstjóri. Hann er það. Það er eitthvað bara sérstakur karakter. Sérstakur gaur. Alltaf bara ultimate nörd. Já. Hann veit bara allt bíómyndir, mér finnst bara svona að séð alla myndir sem hann er gerða líka. Já. Hann er skemmtilegur. Ok, Pulp Fiction. Já. Hvað ertu með næst? Herðu. Þú ert með gæða stöff að það? Takk. Þá erum við komin í aðeins nýlegri myndir. Ok. Ég ætla að nefna Kingsman Secret Service. Ok. Er það fyrsta myndin? Það er fyrsta myndin. Eru þið ekki búin að gera 2 og 3 að koma? 3 að koma, passar. Ok, Kingsman. Þar eru við komin í svolítið svona action. Já, akkurat. Akkur fylgur hana? Action. Út af það. Þar kynntist líka Taron Egerton, leikaranum. Mér finnst hann stórkostlegur. Þess að í þessar mynda bara yfir höfuð? Yfir höfuð. Ok. Hann er mjög skemmtilegur leikari. Þetta líka, þú veist, líka bara þessi blanda, grín og hasar er örugglega bara uppáhaldið mitt af bíómyndum. Það er eitthvað sem ég geti hort endalaust af. Já, finnst þér það skemmtilegri blanda heldur en kannski pjúra hasar? Eða... Já. Ef þú vilt frekar kannski Kingsman heldur en John Wick? Já, ég er meira þar, sko. Ok. Þú veist, ég er meira svona Kingsman, Deadpool, þú veist, svona... Já, þar. þannig. En, ok, áhugavert. Þú vilt frekar svona smá grín með hasan? Já, þetta því að lífið er eiginlega bara grín. Góð setning. Ekki? En eins og Leynilöggan, nú talum hana, það ætti þá að vera eitthvað fyrir þig. Það virðist vera svona grín og hasar. Nefnilega, þess vegna er ég frekar spennt að sjá hana. Já. Ok, Kingsman. Já. Ætla sér ekki frægast atrið þeirri mynd í kirkjunni? Það er bara... ég ætla ekki að stynja, en... og augun bara svona... Ég er nýbúin að horfa á þessa mynd. Og ég var bara horfa á atriðið aftur og ég sá til hliðin á kærastanum mínum bara ég var bara að gleyma þessu atriði býta aðeins þau eru bara svona undirbúa mig og svo var ég bara wow, allan tíma en svo það atrið af því þar er hann að skjóta fólk eða bara fólk er það er að drepa hvort annað þetta er bara fjöldamorð já, í eitthvað svona kirkju sem ég fannst líka gett írónískt já, og hann er að skjóta fólk hægri vinstri eins og það atrið finnst það að fyndið, einhvern liði? Það er fyndið einhvern liði, já. Sem er sick. Það er smá sick, en líka bara hvernig það er skotið, hvernig það er klift, hvernig kóreografían er. Þetta er svo styrla atrið. Var ekki líka eitthvað svona ákveðið lag í gangi, undir, já. Það var bara, ég hugsa svo líka, ég horfði líka nýlega á mynd nr. 2 og það er líka svona frekar lík action sena, þú veist, ekki jafn margir. Ég sá ekki 2. Ok. Hún er slappari, en hún er líka mjög góð. Með storylænið aðeins leiðilegra, en hún er bráðfyndin og kemur manni svo rosalega mikið á óvart á köflum, sko. En þá verði ég að spyrja þig. Já. Og þetta er spoiler fyrir Kingsman 2. Ég hef ekki séð hann, þú mátt samt segja mér þetta. Ok. Að því Colin Firth er drepinur, hann er ekki skotin í hausinn í fyrstu. Hann er skotin, en hann er samt í 2. Er það ekki rétt hjá mér? Manstu það? Af hvernig 2? Hvernig liðan það sérst af? Vá, núna bara ég er bara alveg blank núna ég er samt nýbúin að sjá myndina Já, en er þetta ekki rétt hjá mér? Hann er í báðum Er hann ekki með leppið eitthvað í 2? Jú, hann er með leppið 2 Hann var heldur skotin í augaðin liðið af Vá, ég er sko líka brjálaður ADHD sjúklingur sko Þannig að stundu get ég bara algjörlega sónað út Það er blanka En hann er í 2? Hann er í 2 Ok, það er rétt hjá mér Og líka skemmtilegt að segja Ég núna hlýja svona svolítið að slæta yfir svo í aðra mynd á listanum mínum í þessari samræði Sem sagt, í mynd nr. 2 þá leikur Elton John sjálfan sig Já, er hann í 2? Hann er í 2 Og á settinu þar kynnist hann Taron Egerton og þeir verða geggjagóðir vinir
og hann segir þegar Rocketman myndin á að byrja, þá segir hann bara nei, hann að fara að leika mig, punktur. Og það... Þetta vissi ég ekki. Nei. Þess vegna leikur hann aðalhlutverkið í Rocketman. Passar. Og Rocketman á listanum þínum. Rocketman á listanum mínum. Ok, ég hef ekki séð hana. Hún er geggjuð. Það? Já. Ertu mikill svona Elton John aðdóndi? Já, 100%. Ég er mikið fyrir söngleiki. Og ég fór á þessa mynd, svolítið blindi. Ég viljandi horfði ekki á trailerinn. Vissi bara að ég elskaði Elton John. Og ég vissi ekki eins og þetta væri söngleikur. Ég hélt meira að þetta væri svona Bohemian Rhapsody feelingur. Nú, býtu. Er þetta ekki svo hún? Nei, þetta er söngleikur. Ég vissi það ekki. Nei, nákvæmlega. Ég held að það væri bara svona standard biopic hann, svolítið svo segir, eins og Bohemian Rhapsody. Þetta er ekki þannig, þetta er söngleikur. Nei, þetta er söngleikur. Og þetta byrjar bara þegar hann er 5 ára. Þannig að það er 5 ára Elton John og svo það byrja svona 12-13 ára. Og svo, þú veist, þegar hann er orðin svona 20 og fer að eldast. Þannig að maður fær svolítið að sjá svona. En hún hljóma núna bara áhugaverður eitthvað Já. Mér langar alveg meira, ég var svona smá búin að afskrifa hana, ég er búin að ægja lengi sjá hana. En ef þetta er söngleikur, þó ég sé ekki stærsti söngleikafaninn, þá finnst mér þetta svona, það hljómar áhugavert. Jú, og Taron Egerton syngur, þú veist, öll lögin sem Elton John syngur þarna. Syngur hann sjálfur? Hann syngur sjálfur. Og er hann að þetta er Elton John, er hann að púlla það? Hann er að púlla það. Hann er með sinn eigin stíl á þessu svolítið. Þú veist, hann er, þú veist, að syngja Elton John lög en á sinn hátt. Þú veist, hann er ekki að eyðileggja lögin. Hann er bara með sinn eigin stíl. Þú veist, hann er með svona ákveðin hreim. Er hann með flotta rödd? Hann er með flotta rödd. Áður en hann fór í þetta verkefni, þá söng hann til dæmis í teiknimyndinni Sing, þá leik hann hlutverk þar sem að syngja. Þannig að hann er með einhvers konar bakgrunn í söng. Nefnilega. Fuck, þú ert alveg svona smá að selja mér sem mynd. Ekki? Ég var alveg bara, en ekki svona. Já, hann syngur sjálfur. Finnst þið það skiptir miklu máli? Að leikara syngi sjálfur eða þeir að leika... Skiptir ekki mesta máli heimi ef að röddin sem er sungin í staðinn passar við. Og þeir mæma bara. Já, og ef það gert vel. En mér finnst bara ógeðslega skemmtilegt þegar þeir syngja sjálfur. Það ég fór að hugsa þetta Joaquin Phoenix leik Johnny Cash í Walk the Line. Já. Þegar hann syngur, ég held mér þess að sung, þú búin að sjá hana? Ég er ekki búin að sjá hana, ég er búin að sjá parta úr henni. Ok, þú veist hvað mynd það er? Já, ég er mikill Johnny Cash fan. Já, þú er mikill, ok, þá ætlar við að tjekka henni. Mér finnst hún mjög fín. Já. Því að mér minnir að Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon hafa bæði sungið sjálf. Allan á Phoenix gerði það. Já, sko Reese Witherspoon kann líka syngja sem ég finnst það líklegt. Ég held að hún hafi sungið sér líka sjálf. Já. Þá fyrir bara að pæla því í Bohemian Rhapsody, ég er nokkuð sem það að Rami Malek hafi ekki sungið sjálfur. Nei, það sem var gert í Bohemian Rhapsody var Rami Malek söng og hann eftir Hermann og Freddie Mercury sem hljómar alveg eins og hann sem er lifandi í dag og notaði gamlar upptökur af Freddie Mercury og þau var svona svolítið blanda saman eftir sem hentaði. Já, jú, þú segir, það var held ég einhverju gestur hjá mér sem sagði mér það. Þeir blanda sögnið saman. Ég er búin að horfa mjög oft á Bohemian Rhapsody, ekki besta mynd í heimi, en Queen er uppáhalds hljómsveitin mín, svo hún er náttúrulega svona svolítið sérstakann stað í hjartanum mín þessa mynd. Og áhugavert, að ég sá hann í bíó. Já. Og mér fannst myndin sem slíka ekkert sérstök. Nei, akkurat. Og ég fór að hugsa mér því að það var svo margir að pissi í sig, bara þetta er geggjum mynd, aðeinslega mynd. Og þá fór ég að hugsa því að fyrst ég sagði félag mig því að labba út í salnum. Ég sagði hann, er þetta mögulega blinda fólk að því að Queen er svo geðveik hljómsveit? Já, mér fannst myndin styrlið fyrst þegar ég sá hana. Svo fór ég hana í bíó í annað skiptið, svo fór ég hana í bíó í þriðja skiptið. Og svo sá ég hana heima og ég var alltaf bara hún er bara að verða lélegri og lélegri og lélegri. En ég man þegar ég sá hana fyrst, ég fekk gæsahúð endalaust af því ég var bara að sjá mínar fyrirmyndir, mitt uppáhaldsfólk bara koma til lífsins. Já, algjörlega. Og ég fór hana með pappa mínum og ég var alltaf bara að fá gæsahúð. Ég var bara, pappi, ertu að sjá þetta? Fórum sko á forsýninguna og alles. Það var bara svo mikil spenningur fyrir þessar mynd. En var það mögulega bara, þú veist að fá gæsahúð og bara eitthvað gæspenn, en var það ekki meira bara yfir Queen hljómsveit? Og lögunum þeirra? Jú. Já, er það ekki? Það var aðalega við tónlistaratriðunum sem ég var bara, wow. Þetta geðveik lög. Já, en klippingin var eitt af versta sem ég hef séð. Ég skil ekki hvernig er unnu verðlaun fyrir klippingu. Var hún hræðileg í myndinni? Það er ein sérstök sena sem er alveg þekkt fyrir að vera með hræðilega klippingu og það er þegar Queen er að fara á fund með svona producers
og það bara verið að klippa stanslust og maður bara að sjá mjög tilgangsleg skot, bara svona Vá, ég man ekki þess, ég reyndi að sá bara eins Já, ég mæli með ef þú bara googlar á YouTube bara worst cut scene in Bohemian Rhapsody og kemur þessi sena upp, sko En þá vil ég líka spyrja, með Rami Malek Já af því að hann fekk mikið lof fyrir sína frammistöðu Fannst það góður? Já, mér finnst hann mjög góður leikari Ég verð að gefa hann það Ég mjög spennt að sjá hann í nýju Bondmyndinni Já, hann leikur vondakallinn Já Ok, þér fannst það góður sem Freddie Mercury? Já, það þú veist, nokkur sinnum sem maður sér að hann sé að venjast gerfitönnunum en frammistaðan hans var samt alltaf mjög góð Áhugavert, ég er í minnuluta Ok en mér fannst það ekkert spes Ok Mér fannst ég fór á fórhaldsmynd með félaginu sem mikill Queen-maður og hann sagði, hann sagði vá, hann á hann svo vel svona var Freddie Mercury og eitthvað og ég sagði, ok, allt gott að blessa það getur vel verið, ég þekki þetta ekki eins vel á hann en mér fannst Rami Malek alltaf að leika karakter mér fannst hann ekki verða persóna mér fannst þess að það var í Freddie Mercury eftir hann Ok Fattar hvað við? Ég fatta hvað við en á saman tíma, þegar maður hugsar þeir eru svolítið að sýna Freddie Mercury hvernig hann kom fram fyrir áhörfundum og ég hef náttúrulega hef ekki hitt Freddie Mercury sjálf því miður að hann var bara rosa rólegur gæi í alvörun, hann var ekki svona flamboyant eins og hann á sviði, hann var svolítið bara svona útaf fyrir sig, feiminn og þú veist, Rami Malek var ekki þannig í myndinni Já, viltu að meina að það sem að mér fannst virka svona fake hafi kannski verið meðvitu ákunni honum sem leikara? Mögulega. Þetta bara svona pælingar ég hef ekki hugsað þannig. Þetta góð pæling. Og ég skal draga kannski aðeins í land. Þetta áhugaður punktur. Ég hef ekki hugsað þetta þannig. Að ég var bara eitthvað, mér finnst bara að horfa á bara svona eftir henni. Þetta svo þegar ég horfði á Joaquin Phoenix í Walk the Line. Já. Þó hann líti ekkert nákvæmlega eins út og Johnny Cash þá keypti ég persónuna. Mér fannst ég að horfa á persónu, mér fannst ég ekki að horfa á leikara að leika. Það náttúrulega alveg, já. Það fín lína. Það fín lína nefnilega. Sérstaklega það kemur að svona stórum persónum. Þú veist, eins og Freddie Mercury. Já. Það alveg rétt. Þá alveg líklegt að maður detti í karakter. Þetta svona svolítið eins og ef ég ætti að fara að leika Latta. Já. Þú veist, maður ekki að fara að vera eðlilegur, maður að fara að vera Latta á sviði. Já, ég skil. Þú ert að tala um að þú myndir örugglega leika frekar sviðslatta heldur en alvöru Latta. Eða svona. Að ég hef hitt Latta í alvöru og hann eins og bara með Freddie Mercury, svolítið bara svona út af fyrir sig og ekkert eitthvað. Já, kannski meira svona low-key gaur bara. Já, akkurat. Hann líka feiminn. Ég komst að því. Sem er áhugavert. Já. Að því að vera leikari, maður hefði haldið það sé svolítið erfitt að vera feiminn, en ég hef heyrt þetta frá öðrum leikurum. Já. Nei, ég rosa mikið svona, ég ekkert mikið fyrir sviðsljósi eða ég svolítið feiminn, en það svo að fá okkur að útrast í gegnum karakterina þegar þetta ekki þeir. Akkurat. Það svolítið svolítið. Já. Ég get ekki sagt neitt, ég bara alls ekki feiminn, sko, en... Nei, þú tengir ekki við þá hlið. Nei, ég bara félagskvíðin, þannig að ef ég í kringum stóra hópa fólki, tengi alveg við það. Og líka ef að ég lendi í þessum helgina, þá kom ykkur upp á mér og sagði, erst þú ekki Kamila? Leggst þú ekki í gleðipakkanum? Og ég var bara, jú, það ég. Og ég bara fór alveg hjá mér. Ég bara vissi ekki hvað þetta gera við sjálf. Nei, já, fannst það óþægilegt? Já, mér fannst það bara ógeðslega óþægilegt. En ég tókst ekki bara sem rósi bara, ég er stolt. Þú veist, ég sagði bara, jú. Eða var manneskja ekki var rósa þér? Manneskja var að rósa mér. Já. Ég var bara, takk, ég veit ekki alveg hvað ég var að gera. Já, áttu með að taka rósi? Já, en ég meina, eru það ekki flestir? Jú, en maður á ekki við það? Nei, ég veit það. Maður bara stoltur það sem hefur gert og segir bara, já, takk jælla. Já, kannski. Það ekki? Jú. Ok, Rocketman. Já. Hvað eru konið marga myndir? Ertu komið með 6 myndir? Hvað marga eftir? Að sjá. Þetta áhuga listi þér, skemmtilegur. Takk fyrir. Herru, já, ég á 4 myndir eftir. Ok. Hvað myndir næst þér? Það The Dirt. Er þetta Mötley Crüe myndin? Passar. Ég hef ekki séð hana samt.
Ég tjekka hann. Ég mæli með því. Sko, það sem ég fannst geggja við þessa mynd það er svona smá trainspotting feelingur í henni út af því að þeir náttúrulega voru alveg í sullinu og maður fær alveg að sjá þá hlið. En á sama tíma er þetta líka svona Rocketman Bohemian Rhapsody feelingur og því að verið að sýna, þú veist, sviðsframkomuna þeirra og hvernig þeir sem þeir urðu í raun og veru. Finnst þetta bara, þú veist, maður fær svo mikla tengingu við hljómsveitina og leikar þetta ná sér svo vel. Þú veist, ég var frekar hissa því þetta er ekkert eitthvað þekktustu leikararnir. Nei, var eitthvað svona svakalega þekktur í þessari mynd? Var ekki, jú, Machine Gun Kelly leikur hlutverki í þessari mynd. Það? Já. En er hann ekki aðalega tónlistarmaður? Jú, hann kom mér á óvart. Er hann góður leikari? Já. The Dirt? Já. Ég vissi af þessari mynd, ég bara áttur að sjá hana. Ertu mikið svona Mötley Crüe aðdáandi? Ég er bara mikil tónlistaraðdáandi, kannski eins og heyrist. Greinilega. Ok, býttu. Ég er kannski að fara með rangmál, mér líður svo Machine Gun Kelly? Já. Leik Tommy Lee? Já, akkurat. What? Ég er bara hræðilega með nöfn, svo ég gæti vel verið að fara með bara... Nei, þetta var rétt sér. Ok. Hann leikur. Ok, svo var ég að tjekka henni bara på djókið, ég var að tjekka, ég sá nafnið á leikstjórunum. Já. Og ég hugsaði, ég kannast með hennan. Þetta er gaur sem hún leikstýra Jackass-myndunum. Já, Jeff Tremaine. Mér svo fyndið að hann eitthvað, hann gerir Jackass, mér finnst þetta mjög áhugavert, hann gerir Jackass og gerir hann mynd Mötley Crüe. En er þetta svona, þetta er biopic? Þetta er biopic. Er hún betri en Bohemian Rhapsody? Já. Þér finnst þú betri? Mér finnst þú betri. Því miður, þó svo að Queen sé bara all-time favorite hljómsveitin mín, Mötley Crüe myndin var mun betri. Ok, er hún ekki á Netflix? Hún er á Netflix. Hún er konu listan. The Dirt. Listin er alltaf að aukast, hann er alltaf að stækka þess að við hittir fleiri. Já, skemmtilegt hvað eru margar að komast á listan í dag. Það er alveg hellingur. Rocketman finnst mér strax fyrir áhugaverið, hljóma það. Og The Dirt. Jú, auðvitað hef ég heyrt alveg nokkur Mötley Crüe sem er alveg geggjuð, en ég hef aldrei verið svona, ég hef alltaf verið miklu meira fyrir bíómynd heldur en hljómsveitir, eða þess að tónlist. Já. Ok, er þetta svona svört komedi líka einhver leitið, eða? Já, það má alveg segja það, af því þetta er svona, þeir eru í sullinu, en þeir eru svolítið að gera grína því, en á sama tíma sína samt raunveruleikan bak við það, að þetta sé ekkert, þetta er ekki jafn mikil dans og rósum og maður heldur, þetta er meira þyrnar rósana. Gætið þú hugsað þér þegar þú leikona, og þú sést að hafa svo mikið áhuga á tónlist? Já. Hefur eitthvað fiktað við tónlist? Að búið til tónlist, að syngja? Þegar ég var krakki, þá samdi ég texta. Ég held að sé eitt lag eftir mig á YouTube meira að segja. Nei, þú tókst upp allt? Ég bjóða til því að ég var 7 ára, sko. Og söngstu það líka? Ég sönga með öllum bekknum mínum fyrir framan skólan. Byrjuðu samdur lag? Já. Og sem allir bekkurinn söng með þér? Já. Og það er það geggjað? Ég gerði það með tónmenntakennaranum mínum í grunnskóla. Og er þetta að sjá þetta á YouTube? Já. Nei! Jú. En hvað, langaði aldrei að gera það kannski eitthvað svona karriér, eða var það aldrei draumur? Það var það þegar ég var krakki. Og það bara, ég veit ekki hvað gerðist. Ég hef alltaf verið meira búið til texta heldur en tónlistina sjálfa. Ég er rosalega mikil textamanneskja og ég elska lagateksta. Bara, ef ég heyri lag án lagateksta þá finnst mér það strax aðeins leiðilegra. Bara að vera fullkomlega honest. Já, þú meinar það bara lag sem er ekki með hennum bara einhver texta, engar söng eða? Já, akkurat. Þá verður ég strax svona, já, þetta er fínt. Þá þú kannski ekki að hlusta mikið á eitthvað svona drum and bass? Nei. Ég skilji. Ok, The Dirt, komin á listan. Ok. Hvað næst þér? Ég ætla að segja Train to Busan. Áhugavert. Zombie-myndin. Passar. Ok, okkur aldrei hana. Suðurkóresmynd. Það passar. Mér langaði að velja eitthvað sem var ekki bara bandarískt framleitt. Ok. Og ég man bara, ég fór fyrst á mynd númer 2 í bíó og svo sá ég fyrirmyndina. Já, sástu hana fyrst í bíó? Ég sá hana bara líka í bíó. Ok. Þessi númer 2. Já. Ok, hvernig fannst, byrjum bara, Train to Busan. Hvernig finnst þér sérst hún? Mér fannst hún mjög skemmtileg. Hún
eins, þú veist, ég er ekki þar hrifin af hryllingsmyndum, en þessi var mjög góð, af því ég er ekki, ástæðan okkur ekki hrifin af hryllingsmyndum, er svolítið það að ég þoli ekki að láta bregða mér. En þegar það er svona hryllingur, þá er ég meira að fíla hana. Það er líka alveg svona smá hasar í því. Þetta er svona hasar, thriller, hryllingur. Já. Hún er mjög, við byrjum á mjög skemmtilegri sögu þarna litlu stelpuna og pabbinar og við fáum að fylgja þeim svolítið og þá kemur náttúrulega þetta outbreak og það gerist náttúrulega allt inn í þessari einu lest sem er svona svolítið, það er svo föst, maður fær svona svolítið smá innalokari kennt að horfa á þetta því maður veit þau get ekki farið nýtt. Þetta er allt öðruvísi heldur en aðrar hryllingsmyndir þar sem þau gætur hringt á lögregluna og gætur eru bjarga sér, en þarna eru þau föst í þessum aðstæðum. Mestmagnis að lögregluna eru líka orðnir uppvakningar. Þau eru ekkert að fara að fá neina hjálp. Þau þurfa svolítið að bjarga sér sjálf og það gerir þetta svo spennandi. 100% samanlegar. Mér finnst það frábær mynd. Nei, jú. Ofbeldisfull líka, ég elska ofbeldi í bíómyndum. Já. Það var að drepa alls konar zombie á þessari mynd. Nákvæmlega. Hvernig erstu þau? Mér finnst hún mjög skemmtileg, þess vegna horfði ég mitt á eitt. Finnst þér hún betri en fyrsta? Nei, mér finnst fyrsta betri. Ok. En plottið nummer 2 er samt svolítið fjölbreyttara. Jú, það er svona, mér finnst ógeðslega skemmtileg feelingur þetta litla samfélag sem er búið að búa til þarna. Mér finnst það alltaf ógeðslega skemmtilegt af því það þarf svo mikið creativity til þess að búa til eitthvað svona. Já. Og það er rosalega skemmtilegt að fylgjast með því. En það er ekki að mikil svona, þú veist, þau eru ekki átt föst í því, þau geta farið, þau eru að fara þarna sjálfviljug, þau eru viljandi að koma sér í þessa hættu. Þú veist, í hinni myndinni þá er þetta svo óvart og þau eru bara eitthvað, oh shit, þannig er þetta nei, við ætlum að vera hetjur, við ætlum að gera þetta. Er ekki líka 2, myndir þú sammála mér þar að 2 er meiri hasamynd? Já, 2 er meiri hasamynd, það er minna hryllingur, sko. Já, og mér fannst fyrst það svona, tölvöld meira svona spennandi. Já. Eins og þú segir, með einangrunna og fastur ykkur lest. Versus að fara í eitthvað svona mission. Já, og líka, þetta er náttúrulega sjálfstætt framhald. Maður þarf ekki að sé fyrstu til að sjá nummer 2. Nei, þetta voru, ef ég maður rétt, þetta var ekkert sumi karakterar. Ekki sumi karakterar, þetta er bara... Sami heimur bara. Þetta er sami heimur í raun og veru. Þetta gerist bara nokkrum árum seinna þegar það er búið að útiloka heilt samfélag frá... Alveg rétt. Þú veist, þessu outbreaki, svo að restin af heiminum sé ekki að þjást. En ef ég maður rétt, að ég sá hann í bíó, ég var ekkert svakalega hrifinn af 2. Nei, ok. Mér varst fyrsta tölvöld betri. En var þetta ekki svipað sögurþráður og í Army of the Dead? Sástu hana eftir Zack Snyder á Netflix? Ekki búin að sjá hana. Já, það var eitthvað svona að sækja ykkur á peninga. Var það ekki þannig í Train to Busan 2? Er ég að rugla? Þú veist ekki að fara inn í eitthvað hverfi? Af hverju fóruð eftir í þetta mission? Mér minnir það. Haldi, ég er búin að sjá smiðin, ég man það ekki alveg. Var þetta ekki að sækja ykkur á peninga? Þau voru að sækja eitthvað. Já. Þau voru alltaf að gera eitthvað sem ætti að vera frekar mikilvægt til þess að vera að fara þangað, minnstu kosti. Jú, við erum að reyna, ég var að googla það. Jú, 4 Koreans in Hong Kong sail through the blockade for 20 million US dollars. Já. On a truck. Þau voru send í þetta mission af einhverju glæpafólki eða eitthvað. Já, til að sækja pening. Til að sækja pening og ef þau komast ekki með peningin þá verða þau drepin eða eitthvað. Þetta var eitthvað þannig. En þetta er eiginlega sami sögurþráður og í Army of the Dead sem Zack Snyder gerði. Zombie-mynd. Gerist í Vegas þar sem hópur og liði fer til að sækja pening. Í svona zombie-dóti. Ok, skemmtilegt. Já, reyndar ekki góð mynd en... Já, ok. Myndirðu þá segja hvað hét áttu seinni myndin? Hét hún ekki bara Peninsula? Train to Busan Peninsula? Jú, Peninsula eða eitthvað, já. Já, það er Train to Busan Presents Peninsula. Já. Það sem fór svo í mig í lokin, þetta var svo eitthvað svona tölvugerður, eitthvað bílaeltingarleikur, eitthvað. Já, það var reyndar ekki gott. Ég þól ekki tölvugerð bíladri. Þól ekki, það er svona peppið fyrir mér. Ok, þetta er sögurkórsmynd. Horfirðu mikið á þannig myndir? Ég er svona að reyna að koma meira út í það. Mest kannski í Hollywood eða enskumælandi myndum? Maður hefur alltaf verið mest þar, en ég er meira að skoða aðeins meira út fyrir sjóndeildarhringinn. Og því að það eru bara svo margar góðar myndir frá ýmsum löndum. Ég er rosalega hrein á dönskum myndum. Náttúrulega Mads Mikkelsen. Það er
Æðislegur. Hann æðislegur og ég búin að sjá alveg nokkra myndir sem að ekki einu svona þekktar með honum. Það líka ógeðslega skemmtilegt. Já, eitthvað svona danska myndir með honum. Já, það eins og ein sem kom mér ógeðslega skemmtilega óvart. Við horfðum á hann í dönsku tíma í framhaldsskóla og ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað The Grønne Slakteri eða eitthvað, og þetta var hann að vera slátrari, eigin sláturfyrirtæki og hann óvart myrti mann og byrjar að selja kjötið úr honum og allir elska það. Það verður bara algjört reif og þetta verður bara þekktasta slátur kjötbúðin. Hvað myndir þetta? Ég þekki ekki nógu vel myndir hans sem hann gerði í Danmörku, sko. Nei, og þá út frá því, þá byrjar hann bara að myrða fleira fólk af því að hún fyrst geggja að vera svona þekktur að fá svona mikla peninga. Þetta hljómar alveg svona áhugaverður sögurþráður. Já. Ég þarf að kynna með þetta, því mér finnst þetta æðislegur leikari. Já, hann æðislegur. Já, en þóttir svo drukk. Já, ég þetta líka. En sástu The Hunt? Hvað heitir? Jaktin? Ég er ekki að sjá Jaktin, nei. Hún var heldig góð. En ég sá hvað mynd þarna, hvað heitir hún þarna? Er það nýlega mynd? Já, nýlega, þarna með eitthvað... Riders of Justice. Riders of Justice. Ég man bara hvað hún heitir á dönsku. Hvað heitir hún á dönsku? Hún heitir eitthvað Færdighedens Rytteri eða eitthvað. Ok, á ens Redferdighedens Rytteri. Já. Hvernig er þetta danska mín? Góð? Mjög góð. Mín er svo eðileg, sko. Ok, Riders of Justice, það er mynd sem nokkur sjá. Mælur með henni? Ó já, hún var æðisleg. Er það ekki eitthvað svona revenge mynd? Eitthvað? Ég náttúrulega, þú veist, ég kann dönsku, svo ég þurfti ekki að horfa á hana með texta. Þannig að það er náttúrulega... Þú kannt? Ertu góð í dönsku? Já. Þú ert betur en ég myndi vera á texta. Þú veist, ég hefði getað farið á hana, ég reynda fór á hana með texta, ég þurfti ekki að lesa hann, en það hefði verið þægilega fyrir að fá hana með dönskum texta, því að hvernig danir tala er bara... Já, finnst þið það að lesa dönskuna? Miklu. Ég bjó út í Noregi og það er bara eiginlega sama tungumál þegar maður les. Já, ok, áhugavert. Þannig að það er dansku texti, það hefði allt auðveldar með að skilja það svo að segja. Já, út af því að þeir eru svo mikið að sleppa úr orðum og tala með skrýtnasta hreim í heimi. Ég hef alltaf svona hatað dönsku. Mér var svo leiðilegt, þetta hata ég ekki dönsku, en mér var svo leiðilegt að þurfa eitthvað neyð þess að læra þetta þegar ég var yngri. Já, mér finnst að þetta mætti vera meira að maður fengi að velja sér tungumál til að læra, bara strax. Hvort þessi Norðurlanda tungumál eða ekki. Ég meina, er þetta ekki ennþá í grunnskólum í dag að þú vorst að læra dönsku? Jú. Þetta er eitthvað, mann finnst það svo gamaldags. Já, er það. Mér finnst maður ætti mega hafa val. Læra spænsku eða frönsku eða þýsku eða eitthvað skilur sem þú færði inn þú voru aðeins eldri. Akkurat, og líka ef að það þyrfti að vera Norðurlanda tungumál þá held ég að flestir myndu velja norsku eða sænsku, þannig ennir enginn að læra dönsku. Er þetta ekki allt sami skítur um þær? Bara með mismundur heim. Mismundur heim. Ok, hvert eru við komin? Bara út í dönsku. Dönsku, ég man ekki að það kom mynd á sem síðast. Já, Tredje Busan sem fórum yfir í eitthvað að læra dönsku grunnskóla. Ok, hvað myndir þetta með næst? Herðu, ég ætla Parasite. Herðu, önnur suðurkóresk? Já. Ok, Parasite. Please, segjum sér búin að sjá hana. Já, ég er búin að sjá. Ok. Já. Og hún rankar mjög ólega mér. Hún er, vá. Ég er búin að sjá hana núna 2 eða 3 árs. Já. Ákveður það svona góð? Hvað er þessa mynd sem er svona geggjað? Handritið finnst mér mjög gott. Sammála. Hvernig hún er skrifið og plottið líka bara, það kemur manni svo rosalega óvart. Hún er aldrei predictable myndin. Það er bara, þetta er svo mikil steypa, en samt ekki. Og þetta er samt enn og aftur, ég fíla svo mikla karaktera sem eru svona low life, sem eru svona svolítið, þeir eru ekkert stórir og þeir búa bara við ömurlegar aðstæður og eru bara svolítið að reyna að koma sér út við þeim, sem er náttúrulega bara aðal karakteran í þessari sögu. Já. Og það er bara svo skemmtilegt samskiptin milli og hvernig þau svona koma öll inn í húsið. Já. Og þú veist, náttúrulega þetta skemmtilega plot twist í húsinu. Já. Spoiler fyrir Parasite. Spoiler fyrir Parasite, þannig með kjallara mannin. Já. Það var eitthvað sem var bara engan veginn að búast við. Nei, þú veist, maður var líka bara hvert þessi mynd að fara. Hvað er það að gerast í þessi mynd? Það var það sem er ógeðslega spennandi. Í sammála.
Það sjaldan að maður næra upplifa þannig í dag. Já, ég sammála. Mér finnst ég oft öskra á sjónvarpinu bara, já, ég veit, þetta að fara að gerast og svo bara, já, ég hef rétt fyrir mér. Að það bara gerist það er svolítið mikið svona formúludót. En ég er alveg 100% saman með Parasite. Þegar ég sá hana, því ég er alveg hrifinn af suðurkóreskum myndum, þeir gera oft brjála myndir. Já, mér finnst líka að samræðirnar, mér finnst það svo skemmtilegar. Það eru vel skrifaðar, þetta er svona nánast Tarantino-leveli. Já, kannski bara á suðurkóresku. Já. Á kóresku segi. Já, mér finnst hún æðislega þessi mynd og mér finnst hún fyndin. Og mér finnst hún líka dramatísk. Hún er að blanda alls konar einhvern veginn. Algjörlega. Býr til hennar hrærigrauð. Það er meira þess að hasar í henni og hryllingur. Já. Þetta er bara, þú veist, að vissulega, hún verður líka thriller á tímapunkti. Já. Að maður fær svona smá saw-feeling. Þú veist, þetta er bara, þetta er all over the place og ég elska það. Já, þetta er geggjumynd. Ég man bara því ég sá hana að því að hún var búin að vekja athygli og allir bara, þetta er geggjumynd. Stundum verði ég alveg pínu stressaður. Þessi búið overhype einhverja mynd. Já. Og svo kom hann út, ég leiði hann á iTunes. Ég er ekki mikið verið að downloada nýjum myndum, helst ekki gera. Og ég sagði við kæristuna, ég var að tjekka þessa mynd hérna. Og kæristuna mín er alveg opin fyrir öðrum myndum heldur en bara eitthvað svona Hollywood. Já. Hún er bara að horfa eitthvað gott. Og við horfum hana saman og við vorum bæði bara eitthvað svolítið blown away. Ok, það er geggjað. Já, þetta er geðveik mynd. Já, ég fór á hann í bíó. Já. Mér varst hann styrlið, sko. Og fannst þér eins og, þú fórst hann í bíó, ég sá hann ekki í bíó. Fannst þér svo, var salurinn að fíluna? Fannst þér að finna andurslofti einhvern veginn að fólk væri að fíla sem mynd? Ég er enda að vera að viðurkenna það, ég fór mjög seint á hana. Ég fór ekki á hann í Bíóparadís, þar sem hún fyrst sýnd og þetta var þegar hún komin í háskólabíó. Og svo kannski bara einu salnum með það? Við vorum, þú veist, ég var með vinum mínum og svo voru bara svona nokkur pör svolítið dreifð yfir salin. Já, þetta var ekkert ykkur pakkaði salur. Nei, alls ekki, en maður sá samt alveg á fólkina, það var virkilega fílað, það var bara wow. Því sumir gæti kannski orðið eitthvað svona því sumir finna fyrir eitthvað svona öryggi í formúlumyndum. Já. Skilur hvað er það? Ég skil hvert fara. Það er nefnilega ekkert allir sem vilja að það komi svo óvart þegar að horfa á bíómyndir. Nei, það er eiginlega sama fólki og vill vita hvað fara í jólagjöf, sko. Sama fólki vil vita hvað fara í jólagjöf. Ég held sér rétt hjá þér. Ok, Parasite. Já. Brjálumynd. Hún átti Óskarinn skilið. Já, ertu búin að sjá fleiri Bong Joon-ho myndir? Hann gerði The Host. Já. Það gerði þess að mér. Jú. Hann gerði Memories of Murder. Ég er bara búin að sjá þess á The Host. Já, Host er ég búin að sjá. Ég er búin að sjá Memories of Murder. Er ekki The Host? Skrimslamyndin? Já, það er skrimslam. Ég fór á hana í Sundbíói á Riff. Nei. Og þetta er náttúrulega sæskrimsli. Já. Og við vorum öll ofan í sundlauginni. Allir sem voru að horfa á myndina. Það var styrluð upplifun, sko. Bætir það eitthvað við upplifun? Það var það, sko. Mann fannst alveg svolítið óþælt að vera í vatninu. Maður var svona, wow, ok. Og einhver óvart snerti mann ofan í vatninu. Já, nákvæmlega. En er þetta eins og, eða svona sundlaug? Og það er eitthvað tjald? Já. Er sundin alveg pökkuð? Er þetta alveg... Þetta var inn í Sundhöll Reykjavíkur. Hvenær var þetta? Þetta var ekki... 2019. Já, þetta er fyrir COVID. Já. Og var þetta alveg bara... Það var bara pakkað. Það voru mér þess að fólk að fara að taka stóla, svona plaststóla ofan í laugina og sati. Ég gerði það líka. Við bara svona sátum ofan í sundlauginni að horfa á The Host. Það er svona áhugavert. Það getur svona ágætis upplifur, svona eitthvað ný upplifur. Það var ógeðslega gaman að fara. Það var það var fólk í svona basically pandemic búningu sem var frekar fyndið, þetta var fyrir COVID, veist, eins og í myndinni, hann að gulu búningarnir. Það voru leikarar sem stóði bara, þú veist, þegar maður var að ganga inn í sundlaugina áður að fór í klefana og svo var svona smá sjó meðan maður gekk í laugina. Það var svona leikarar út allt að þykjast að gera hluti. Nú, ok, það er svolítið cool. Já. Þannig þeir eru mögnuð þessu upplifun, ég gerði smá ekstra. Já. Þetta var ekki bara að fórstu um sundlaugina og horfa mynd. Nei, það var þetta smá ekstra og þeir voru svona skoða mann þegar maður gekk. Og svo var þetta tekið upp náttúrulega fyrir Riff til þess að sína skilju fyrir aðra hátíðir og þetta var bara... Ég held þess að gera þetta aftur núna.
Já, ég held að sé alltaf með sundbíó. Já, ekki endilega hóst, en með svona sundbíó. Ég var kannski til að sjá eitthvað svona, því ég er ekki mikið fyrir sund sjálfur, sko. Nei. Ég var kannski til að sjá eitthvað svona hákallamynd eða eitthvað. Joss. Já, ég samt svona, veit ég hvað þetta. Það getur ógeðslegt. Já, þetta er mjög áhugur upplifun. Ég hafði áður farið í sundbíó, en þá fór ég að horfa á Simpsons þætti í sundi. Ok, það er engin tenging. Engin tenging, en það var samt alveg gaman. Ég var svona 12 ára og þá voru bara fullt af krökkum í sundi að horfa á Simpsons. Simpsons sundbíó? Já. En það lítur samt að vera skemmtilega að sjá eitthvað svona mynd sem tengist eitthvað vatni. Myndi ég halda. Eins og The Host, það var sturluð upplifun. En eins og með það, þú ert að horfa þá á mynd og Host minnum við að sé alveg rúmið 2 tímar. Já. Er ekki þó mikið að vera í... Er hlé? Það var ekki hlé. Það er ekki hlé? Það var ekki hlé, nei. En er ekkert skrítið að vera bara í sundlinni 2 tíma bara að horfa á eitthvað tjald? Þú veist, maður þurfti ekki að vera að horfa á myndir allan tíman. Útilegin var alltaf opinn. Maður gat alveg farið í sundi ef maður vildi. En ég er mikil sundmanneskja og finnst gaman að sitja í heitapott og það bara horfa á bíómynd í heitapott innan gæsalappa. Það var bara mjög skemmtilegt. Þú náður að saman þessi 2 áhómar, bíómynd og finnst gaman í sundi. Já. Ok, geggja. Parasite, hvað næst þér? Herru, það er síðasta myndin. Það er eiginlega nýjasta myndin. Er það eitthvað sprengja? Sprengja. Þetta er þessi típiska formúla sem ég elska, það er grín, hasar. Ok. Og það er Nobody myndin. Já, ég dýrka hana. Það er bara nýjasta uppáhaldsmyndin mín. Ég er bara að horfa aftur á daginn. Já. Ok, Nobody. Það er með, ég held að margir hafa ekki fattað. Þetta er bara svört komedía. Algjörlega. Þó sem flottur hasar í henni, en mér finnst hún dreif fyndin. Hún er ógeðslega fyndin. Hvað er að við hana sem þið finnst svona fyndin? Finnst þið bara leikarinn á að því hann er fyndin? Ég elska Bob Odenkirk. Ég er búin að segja um alla leikarina, en mér er alveg sama. Ég er mikill Breaking Bad fan og Better Call Saul. Þannig að það að sjá hann í þessari bíómynd fannst mér styrlað. Svo líka Christopher Lloyd kom mér svakalega óvart. Já. Og að sjá Back to the Future líka alveg, það er mjög góða myndir sem ég elska, og það að sjá hann þarna var svolítið svona nostalgíumoment. Sammála. Ég veit að ég er yngri en þú og allt það, en þetta var samt bara wow, hann er þarna. Mér veist þér svo gamlan vin. Já, þetta var svolítið svoleiðis. Já. Og svo náttúrulega, Bob Odenkirk, æðislegur, og þetta var mjög áhugavert plott. Hann er fjölskyldumaður, það er allt bara ekki ömurlegt, en það er allt mjög leiðingjant. Já. Þetta er bara sama rútínan alla daga. Og þetta er svolítið bara það sem fólk hræðist, held ég. Já. Og þess vegna að horfa á þetta, maður var svona, það eru ógeðslega margir að fara að tengja við þetta. Af því þetta er það sem fólk hræðist, að lífið verði leiðingjörn rútína. Já. Maður vill brjóta upp á rútínu, þess vegna gerir maður skemmtilega hluti inn á milli. Horfur á bíómyndir. Til dæmis. En hjá flestum held ég að lífið sé svolítið svona. Það er bara vakna í vinnuna. Það er að þessum degi kannski með fjölskyldunni. Svo bara taka til. Eins og í myndinni, fara með ruslið. Já. Það er svolítið svona rútínu líf, svolítið basic. Já, en náttúrulega með smá svona aðeins dýpra, eins og sambandi milli hans og konur hans var orðið bara frekar lúið. Þau voru farin að sofa með kott á milli sín og ekkert að frétta þar. Ekkert að frétta þar, hann var ekki með það gott samband við krakkana sína, þetta var bara svolítið hann bara, já. En er það ekki líka, þegar það náttúrulega kemur sér í ljós í myndinni, þetta er svona spoiler fyrir Nobody. Já. Kemur sér í ljós í myndinni að þetta er ekkert hann. Nákvæmlega. Og hann er að lifa þarna lífi sem hann hélt af vildi. En hann er svona pína að svíkja sjálfan sig. Akkurat. Það er held ég ástæðan okkur að sé svona ekstra leiðingjant í byrjun til þess að við séum bara eitthvað, wow, þetta er umurlegt. Til þess að maður svona fái að fletta hægt og rólega að karakternum sem býr inn í honum. Það er líka eitthvað sem mér finnst ógeðslega skemmtilegt. Maður fær ekki bara svona strax introduction á hver hann er. Maður fær bara svona kynnast honum í gegn, bara svolítið sem að sé kynnast vini eða, ástvinni eða whatever. Og svo á hann þetta bara ógeðslega spennandi líf á undan. Og þá skilur maður svolítið leiðingjandalífið, maður skilur
ok, honum fara að leiðast, það útskýrir af hverju sambandi lúið milli hans og konur hans. Þetta svolítið hann að finnast þetta ekki skemmtilegt. Já. Og það að hann hafi hætt öllu sínu til þess að gera þetta líf, svo verður það bara svona. Það verður svo ekstra leiðingjant. Já, ég sammála. Það nefnilega, þetta skemmtilega pælingar í þessari mynd. Líka hún heitir bara Nobody. Hann á að vera bara Nobody. Skemmtilega ljósa hann ekki bara Nobody. Nei. En hvernig fannst þér að sjá Bob Odenkirk? Því hann nú þekktast fyrir, ég nokkað svona þessi upprunalega grínleikari. Já, ég held það. Hann tengir svolítið mikið gríni. Svo leikar hann auðvitað í Breaking Bad sem svona dramatíst. Hann samt fyndinn þar. Hann svona svolítið svona... Pínu comic relief. Já, akkurat. Better Call Saul, hann er kannski aðeins dramatískar hlutur þar. En hvernig fannst þér að sjá hann í eitthvað svona tough guy mynd? Mér fannst það ógeðslega skemmtilegt. Fannst hann að púlla það? Mér fannst hann púlla það vel. Þú trúður þessu? Ég trúði þessu vel. Og líka, hvað hann gamall leikarinn? Hann allavega 50. Hann 50 eitthvað held ég. Já, ég held það líka. Og það að sjá eitthvað svona í eldri kantinum að vera að gera svona tough stunts. Mér fannst það styrlað. Þú veist, maður ekki að horfa á þessa típisku formúlu af Dwayne The Rock Johnson að gera eitthvað cool. Maður að horfa á eitthvað sem ekki það stæltur, hann ekki besta forminu, hann að koma hann óvart og hann þú veist, ég ætla ekki að segja gamall, hann ekki gamall. Hvar mörkin? Hvar mörk? Hvað kallar þú gamlan? Ég veit það ekki, ég á 91 árs gamla langömmu, mér finnst hún ekki einu svona gömul. Hún ógeðslega hress. Já. Maður eins gamall og maður finnst maður verið í anda. Þetta er rétt sér. Gamla, þetta er rétt sér. Þetta er alveg rétt sér. Takk fyrir. Ég kjafst upp. Þú náður að þakka niður mér. Ok, hann er bestaldri. Hann er bestaldri. Og hann er komin hana í midlife crisis, svolítið. Svolítið mikið. Og það ég elska líka bara hvernig þetta afflettist inn í þessar aðstæður með þetta helvitis armband. Já. Þú veist, það eina ástæðan af hverju hann fór í gamla lífið. Já. Þú veist, þegar maður hugsa tilbaka, maður bara, þetta var eitt lítið armband sem var svo ekki einu sinni týnt. Nei, svo hann finnur það sem bara undir sófa. Já. Eða eitthvað. Bara þannig armbandi. Og það var bara að gera allt þetta að tilgangslausu. Búin að affletta af hlutum sem hann ætlaði bara ekki að komast í snertingu við aftur. Hann búin að, þú veist, heyri fólki sem hann var búin að loka á og allt þetta. Og svo bara, æjæ. Það er rosalega skemmtilega atburð sem fyrir stað út frá þessu armbandi. Nefnilega. En dóttirinn sátt það líka og hann bara eitthvað brjálaðist. Já. Þetta stáluð armbandi dóttur minnar. Þess að það var svona pínu fyndið að hann finnur síðan aðeins setja í myndinni, kannski meiri mynd. Þá finnur hann bara eitthvað undir sófanu eða eitthvað á gólfinu eða eitthvað. Þannig að það var aldrei neitt sem að stál því. Nei, þetta var bara, það sýndi svolítið hvað hann misti sér mikið. Bæði fyrir okkur áhorfendunar og hann svona, oh shit. Ég er búin að gera allt þetta fyrir ekki neitt. Og það bara búið að starta miklu stærri atburðarás. Mér finnst líka áherslu þessum mynd, þetta er sami gæi sem skrifaði John Wick. Og þetta er svolítið svipaði sögurþráður. Já. En það er eitt sem að gera mjög ólíkar. Það er John Wick. Hann vill þetta ekkert. Nei. Hann bara, ég er hættur, hann er svolítið dregin aftur inn í þetta líf. Já. En Hutch, þetta er ekki Hutch Mansell við minnum það, Odenkirk í Nobody. Jú, hann er Hutch. Já. Hann vill fara aftur í þetta. Já. Hann hefur gaman að þessu. Hann saknar þess. Hann saknar þess að vera að myrða eitthvað fólk. Ég meina, hann var þannig gaur. Nákvæmlega. Og hann er náttúrulega hálfgerður psycho í þessari mynd. Já, og eins og við erum búin að komast svolítið að, þá elska ég psycho karaktera. Já, og mér tekur ekki undir það, hann er psycho í þessari mynd. Hann er það. Hann er alveg psycho. Skemmtilegur. Mjög skemmtilegur, bráðfyndin psycho. En þú sér líka bara eins og þegar hann fer út af veitingastanum, svona rétt undir lokin. Hann er múin að tala á rússa. Já, af þannig að skemmtistaðs veitingastanum, já. Og, já, ég veit, þetta var eitthvað svona skemmtistaður eða eitthvað. Og hann fer út í bíl og segir bara, hei, það er tvennt sem þú getur gert. Þú getur bara glemt þessu og flúið eða eitthvað, eða koma eftir mér. Svo fer hann út í bíl. Hann bíður.
og við minnum þess að hann krossleikur. Já. Hann er að vona að hann komi. Reyndar, það er líka örugglega út af því, hann er búin að undirbúa allt þetta risastóra, ég veit það ekki, bara þessi stóru plön og ef hann er ekki að fara að elda þá er búin að undirbúa allt fyrir ekkert aftur. Já, en ef maður er svona nokkuð heill, þá myndi maður samt hugsa með sér, ok, ég ætla að undirbúa þetta, en ég vil samt komast hjá því að drepa 50 manns. En það er miklu skemmtilega að vera ekki alltof heill. Það er endur rétt. Og mér varst mjög gaman að sjá rússneska mafían eða eitthvað. Já. Fari í gegnum þetta Home Alone system sem var, það var svona Home Alone-legt. Það var það nefnilega. Já, þetta var Home Alone fyrir fullorðna. Home Alone fyrir fullorðna? Já. Mjög góð lýsing á nafni. Er það ekki? Alltaf endir á nafni. Bara ekki spurning. Herru, þetta er búin að mjög skemmtilegt, Kamilla. Já. Og þetta var fjölbreyttur listi hjá þér. Takk fyrir það. Ég held sem að tala í næstu í 2 tíma. Já, vá. Það var skemmtilegt að klippa þetta. Já, það er bara, ég læka bara til. Er eitthvað svona lokaorð? Eitthvað svona koma á framfæri, svona í lokin? Af hverju elskar bíómyndir? Af hverju svona gana bíómyndir? Ég held að pabbi megi alveg eiga soldið mjög stóran hluti því. Þannig að takk, pabbi. Sjátt á pappa, en það er eins gott að hann hlusti að horfa á þennan þátt. Ef hann gerir það ekki, þá er allt uppöldið mitt til að einskis. Við erum búin að tala svo mikið hann í þessu þætti. Nákvæmlega. Herri, ég vil bara þakka kærlega fyrir að koma. Já, bara takk kærlega fyrir að hafa mig.